Það stóra spurningin Are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 30. október síðast F95 blöð þátturinn í þessum mánuði. Mötli krú á fónunum, Auðun Blöndal heiti ég og sit í mínu sæti og eins og alla aðra föstudaga þá erum við með fullan bát. Kannski eini kosturinn við þennan COVID-viðbjóð að það enginn að fara neitt og enginn að gera neitt, þannig að við getum mætt hér alla föstudaga drengirnir. Við erum í hættulegu gír í dag, ég ætla bara að viðurkenna því að kostandinn okkar, við náttúrulega kostaðir af Keiluhöllinu og Túborg Léttur og það var hent á okkur 3 kössum af jóla Túborg sem á leiðinni í ríkið næsta 5. dag. Því að þeir eru að sponsa þáttinn og þá fengum við svona forskot á sæluna. 2 komnir niður, viðurkenna og ég ætla að tjekka hvernig fyrirliðin hefur það eftir 2 ískalda jóla Túborg. Þetta ekkert versti bjór sem ég drukkið, sko. Nei, það verður að gefa þeim þeir kunna þetta þetta ekki í Danmörku? Jólabjór heldur góður. Já, en hann samt bruggar á Íslandi ekki? Ekki íslenskt vatn í þessu? Ekki hugmynd, sko. Ég bara drekk bjór og ég sé eftir að það var spurt, en hann allavega geggjað. En allavega fárlega góður. Og sko, þess vegna líka fólk ekki mikið að grennast í desember. Fólk í jólabjór. Já, ég tuði ekki þessu niður. Hann fytandi? Já, veist, ég að bíða til light jólabjór. En þangað til hann kemur, og það getur ekki verið á jólunum eftir jólabjór. En drepur það ekki svolítið stemmingun ef þetta orðið svona lightbjór? Mér finnst light alveg fín. Já, en ef það er light jólabjór, það eitthvað við jólabjórum, sko. Já, ég myndi að halda það. En veistu hvað ég ánægði með? Þú ert reyndar ekki búin að vera í klippingu nokkra vikur, ég sé það. Það eins og sett með hjálm á hausnum. Þá það bannað. Já, ég heit það, og þú ert ekki að bara brjóta reglur. Þetta byrði með að break the law? Nei, ég myndi aldrei byrja það með það. En þú ert rakaður og tanaður. Thank you. Lítur vel út. Takk. Þú varst eins og Róni einn daginn og hefur einhvern veginn rífið upp að raskatum í síðan. Ég heit aldrei aftur að mæta hann órakaður. Ég fekk að heyra. Já, það var líka bara. En steindur oft eins og hann sé bara búi á götunni. Aldrei var hann að heyra það. Ég mætti 1 dag órakaður. Talandi dýrasta leikmann liðsins Steindór Hróar Steindórsson, hann á sínum stað líka. Já. Hefur þú oft verið einn þættinum eins og sér nýkominn á götunni? Já, ég ætla nú að byrja að segja ég er fyllandi góður og þróandi fyll í dag. Takk fyrir að ég gleymdi að spyrja. Ég sko, og málið að ég sko að þegar ég var að hlusta á ykkur tala ykkur kaloríur í jólabjór, mér langaði að fara að labba út sko. Ég hef aldrei kynst jafn miklum bitches og ykkur tveimur. Sko, ég sagði samt við hann ekki drukki jólabjór. Ég var að segja, verður maður ekki að drekka jólabjór á þess að sé læg og geta pipakökur maður og fá sér steik og mér finnst pipakökur reyndar ekkert spes. Það er alveg hreinskilin best að sé. Elskar þú pipakökur? Finnst pipakökur betra en bara að fá þér skúfukökur? Já, miklu og veistu hvað? Pipakökur, nú ætla ég að gefa þér smá lifehacks. Mér finnst eitthvað svona barnaperralegt við pipakökur. Það er svona nánast eins og að vera í vesti. Hvernig getur þú fengið það út? Það er rosalega að setja að borða piparkökur í vesti. Ég viðurkenni að borða piparkökur í vesti bara einn og engin krakkar í kringu. En ég held samt að það sé líka bara þannig að þú ert að borða eitthvað í vesti. Þá held ég að ég segi nú alltaf sama. Ertu hættur að fara í vesti? Já, náttúrulega bara eitt vesti. Hann hefur ekki mætt síðan við ræddum þetta. Já, bara góða punktur, ég ætla að mæti því. Það kemur ekki í næsta. Ég var áður í gleymi dýfir pipaköku ofan í rjómaost. Rjómaost? Já. Það er ekki að sletta sig. Já, vákvað mér langar ekki. Þið eru að tala við eðlumannin. Pipaköku í rjómaost. Ætlar að fara að drulla yfir eðluna líka? Nei, mér finnst eðlan ógeðslega góð. Já, treystu mér. Pipakökur með rjómaosti. Með rjómaosti? En ég skil ekki okkur, þú bjóst til eðlukonseptið að þú setja ekki núna í Monaco á snekkju. Þú ert ekki út að fá $0 út af eðlukonseptinu. Mundi það vera það fyrsta sem þú gerir til að þú verður moldríkur, verður þá strax komin að snekkja? Þú talar alltaf snekkjur. Ég hef verið í Monaco og að labba á gangstéttinu þar, það var ekki svo að vera venjulegur gangstétt. Ég var að það með þér, Blondell. Hún í IBT Monte Carlo. Hvernig er gangstéttinu það? Það er bara allt svo flott þarna. Ekki bíll undir 10M. Gangstétti var bara eins og, þú veist, bara malbygg. Nei, það var ekki svo að labba Málbygg. Ég hef verið á snekkju í Monaco. Ég veit, líka búin að live the good life. Er Monaco þannig að þú mátt ekki fara sekt og hrækjar á göttuna og hendi tyggjóið og svona? Ég gleymi aldrei mómentinu því að ég laga gómur þegar við erum annað félagarnir og við förum okkur skemmtistað eftir eitthvað pókerdag og ég fer á barinn bara og vodka Red Bull, einn nýfa Guðmunds 4.400 íslenskar krónur
Og ég mun aldrei gleyma mómentinu, ég gleyma aldrei þessari uppaheldur 4400 fyrir eitt spot, já. En ég á alveg sögu að ég mun aldrei gleyma heldur upphæðinni. Þegar Eiður var að spila með Monaco, þá beið ég einu svona hótellands. Ég keypti mér 1 croissant og fekk Pepsi Max með því. Það var 1990 og þetta fyrir 10 ára með þetta ótrúlegt. Já, ég hef til Monaco. Ég hef aldrei farið til Monaco. Vistu hvað, ég held ég hafi lítið að gera þar. Það er sól á þróttunarmerkjum. Ég vil ekki borða croissant á 1900 kall sko. Nei, það er mjög dýrt að vera þarna. Akkurat sól á því, en á steipunni fyrir neðan skuggi, þetta er bara hvað líkur þar á þessu? Það er okkur sem að von sama degi að vera hertar aðgerðir. Eða að fara eitthvað yfir það? Nei, munar þetta það er allir komið með ógeð, en munar þetta eitthvað rosalega? Voru þið að hitta 20 manns? Nei, þú ert með matabóð heima eða eitthvað, er það ekki bara 6 eða? Mér fannst þetta ekki vera hertar aðgerir bara, hvað, var einhver munur á þessu? Kannski þegar þú mætir í vinnu, við finnum nú fyrir við finnum fyrir hér, en þetta eru 10 manns fyrir 20 í 10 og allt annað heldur. Mér finnst bara fyrir ég á mikið að vinnu sem eiga veitingastæði og veitingagerunum, það verið fallega gert af the government að loka veitingastöðum þegar þeir geta nýtt lokunarstyrkin, en núna með að hafa opið fyrir 10 manns og því þeir eru að kemur $0 inn og þeir fara á hausinn. 10 manns eru veitingastöð? Já, það er helvítið dapurt maður. Já, þetta er bara þetta er bara skellilás og geða lokunarstyrkin og þetta er svona glitch in the system sko. Það var lélegt. Nei, við erum að hafa opið til 9 og 10 mannsinn. Við þekkjum nú nokkra veitingamenn, Nuno, Bento, Kolbaran. Þetta bara gengur ekki. Horny Tapman, Money Sim, Cocksucking Joe. Já, mikið að fylgja við veitingamassanum. Og þetta er góður hér, en við erum líka, sem betur fyrir erum við hérna mættir til þess að skemmta og lifta upp. Já, létta á. Mikið að liði sem bara spyrja okkur sem rugglaðir að vera hérna, sko. Það var að herða aðgerðir og við erum mættir. Já, það held allir verið með fríi. Við það er búin að teipa hérna efri hæðin á Vodafone. Við rétt komist inn í stúdíu. Það er meira bara að vera 10 og 10, en samt byrja það ekki á miðnætti. Það er allt byrjað hérna. Við mætum alltaf. Það skiptir ekki máli hvað er alltaf að herða þetta mikið. En Steindi, það er endur eitt. Þú ert stressaðasti maður landsins. Já. Þú ert sammála því? Nei, sko Þú ert búin að fara í 6 geimanir. Nei. Dóttirinn í 3 ár og konan í 2. Nei, ég er búin að fara í 3 ár. Samt erst þú með partí í kvöld og matabóð annað kvöld. Það er ekki helviti hart svona á. Ég er að fá náttúrulega sko. Ég er að vona að Þórólfur sé ekki að hlusta. Nei, mér finnst þetta með mann sem þorir engu. Ég er að halda. Það er þetta helviti hart, ég verð bara að segja. Nú vil ég fá, þetta kemur svo harðir á. Ötti mest er rápar í sötum. Ef ég heyri Ötta, þá er hann í Kringlunni. Hann er einhvers staðar að þvælast. Það gerðist einu sinni að þú hringdir í mig og verið í Kringlunni og þú spurði mig, það var líka bara eins og ég var að labba að sleikja alla sem voru. Þú bara, ertu í Kringlunni, ertu eitthvað rugglaður? Já, ég meina hver. Ég labbaði aðeins inn í Kringlunni. Þú veist hvað, þurftir að borga mig mikið til að fara inn í verslunarmiðstöð akkurat núna. En ertu ekki trættu öll þessi partí? Öll þessi partí? Mömmu, pappa, bróður minn og systir minn. Við erum ekki, sko, við náum ekki. Ok, með 2 spurningar. Er Halloween partí hér í kvöld? Já eða nei? Já, það er Halloween. Er matabóð hér annað kvöld? Það er bara Steindi. Það er vinafólk sem er oft hjá okkur sem seffræðingur okkar á ég hægt að lifa það? Þetta er partí hjá þér alla helgi. Þetta gengur ekki. Tala við það. Ég veit að þú officers of the law hlustu að finna 900. Já, ég er ekki breaking the law. Þetta er ekki besti staður. Er ég að halda 12 manna partí? Er ég að halda 12 manna partí? Er ég að halda 12 manna matabóða? Ég ætla að beða þinn. Talaði frekaðu auðvitað að hanga til Kringlunar á dag. Ég pikkaði eiginlega á hann. Ég skal lofa henni ekki pyrrað Steindi fyrst ykkur báðist að hætti þið bara að rottast eitthvað saman. En hvað er á sunnudaginn? Á sunnudaginn, það er bara eitthvað strákar að koma alls ekki og drekka og horfa eitthvað. Þú verður aðeins að slaka á þessum partísum. Það er COVID og þetta eru skrýtni tíma Steindi og þú ert eiginlega bara að taka ábyrgð eins og við hinn. Vitið hver er samt núna þessar öllum grunn sleppti. Við förum valega og erum að standa á okkar en sjó Kringlu hangarðin, þú líka. En veistu hvað, maður segir hangarðin. Já, bara hangir á Stjörnutorgi bara með krökkunum. Að skuli hafa svara fílunu standandi í Kringlunni eins og það þetta eru 3 vikur síðan. 300 manns bara allir. Hefur eitthvað smitt komið á Kringlu? Já, ég var með sem með grímu, ég sagði það. Ekki fyrir ekki bara ekki Kringlu. En veitu hvað maður er, hann er ekki careful allavega. Hver er hann? Það er Sveppi Krull. Já, með skýt sama. Hann er, mér finnst eins og ég sé alltaf að sjá hann var skammaður út í búð.
Já, það var með betri sögum sem ég heyrti í langan tíma. Það var eldri maður sem lét hann heyra það í bónus því hann var ekki með grímu og stóð allt á nálatónum. Ég hefði borgað fyrir að standa hann og heyra hann rakka niður. Tjöfull hefði viljað sjá þetta. Hvernig? Officer of the law út af Suðurlandsbrautinni sko. Já, ok. Já, löggan eiginlega að koma að sækja þig partydýrið þitt. Heyrðu, jæja. Partydýrið þitt. Má ég spyrja þig, ert þú með Halloween party í kvöld? Nei. Ertu með matabóð annað kvöld? Nei. Ég ætti að spá ég að fara í kringuna þvælast eitthvað á stjórnarflokkinum lappa með þetta veitingastað. Það er rosalega þáttur ykkur í dag, kæru hlustendur. Það eru allir brjálæðir og þetta er hundleðilegt og við viljum að reyna Þú ert að gleyma skemmta landanum. Þú ert að gleyma að tilkynna konsepti í þættinum. Já, sko, konseptið er að því að náði ekki alveg. Já, en það er nánast engin dagskrárliður fyrir utan svona 2 alveg fasta. Já. Þá er engin dagskrárliður í dag sem var síðasta föstudag. Já, og margir sem hafa bara ekki verið lengi sko. Nei, speskoncept. Þetta er speskoncept, við erum að reyna að vera með ekkert það sama og síðasta föstudag. Og einn nýr. Við erum með, sko, klefin er nýr og geggjaður. Við útskýrum hann betur og eftir þegar þar að kemur. Við ætlum að vera í flottulega keppnina. Við erum búin að svíkja þetta núna 2 föstudagi röð í lof ykkur við förum í þetta núna. Fellow Kids var ekki síðustu viku. Nei, Mæti Feskur, hann var ekki heldur þar síðustu viku. Hann er búin að vera góður í pásu. Já. Tala dónalega hefur ekki verið í marga vikur og við ætlum að draga eftir að því að Steindi partydýrið okkar neitar, hann er eini sem er aldrei talað dónalega og hann neitar að taka það brási. Ef að Steindi verið sanngjarn, þú myndi að segja bara ok, ég ætla að taka það skell. Sko, í fyrsta lagi við höfum báðið gert þetta. Í fyrsta lagi þegar þú sagðir að við ættum að stakst upp áttum að koma með þetta aftur, þá var ég mjög mikið á móti þeirri hugmynd. Ég spurði bara hvort það væri ekki sanngjarnt að þú tækir að þig nú. Nei, ég er að segja bara að við myndum rifja hana dagskrálið upp. Ég var á móti bara frá upphafi. Og það er, ef við ætlum að gera þetta aftur þá er ekkert sanngjarnan í heiminum en við draugum bara, við höfum alltaf gert það. Akkur er við núna að breyta til og fara að velja menn sem er að gera hitt og þetta. Og ég verið frekar óöppin í þessu. Ég líka, ég fengi þetta tvisvar, Steindi aldrei. Nei, og þá bara, þetta er bara heiðilegu dráttur hérna. Ég verð svo fegin ef þú verið dregin eftir sko. Ég fagnar svo United unni mestadildina. Saman. Af því að líka, við leinum einhver fyrir hlustundum, við rifustum þetta aðan fyrir þátt. Og þá er ekkert eitthvað grín rifrildi, Steindi stóð fastur á sínu. Já, og neitar að taka þetta á sig. En finnst ykkur ekki spes að taka dagskrálið sem við hefum gert áður, það er alltaf verið dregið og núna á allt í henni bara, herru, við ákveðum bara núna að félagarnir hérna bara Við erum búin að stella þetta. Það verður dreigð. Góður þverhus sko. Það verður dreigð. Ég get líka verið þverhus. Hversu mikið ætlar að fagna ef að Steindi verður svo sem tala um United Sko, sturla staðreyndir voru ekki síðasta fyrsta. Það er mæta spurt og svarað hefur ekki verið heillengi. Já, málega ég búin að fá mikið spurningum undanfarið og það mikið að ég verður að svara eitthvað að þessu. Nú tek ég 2 randomly. Í fyrsta sinni í langan tíma. Og ég ætla að leysa þessi vandamál fyrir þjóðina. Hvað stóð að segja Steindi? Nei, ég ætla bara að spyrja þú veist að því að við erum að fara í tala dónulega og hvernig, þú veist maður fær vantarlega einhver tíma til þess að skrifa þess að draga út sem fyrst Við ætlum að draga Ég ætla að draga í þriðjungumu Ég veit það, ég dreg í þriðjungumu þá veitu hver þarf að gera Ok Svo erum við með augljósar staðreyndir líka á sínust á. Þær hafa nú ekki verið, hvað er langt fyrir með augljósar staðreyndir? Það er mjög langt síðan og þær eru Stonefrog með þeirra? Já, og þær eru mjög augljósar í dag. En er Fat Richard er hann til að hlæja? Nei, ég sé engan Fat Richard. Ég ringjum Fat Richard út, það er ekki gera neitt sko. Hann er mjög gaman að þess alltaf. Ekki gólfinu orku. Ég veit ekki hvort þið megi segja þessu sögu. Kottu með hana. Segðu hana bara. Það er enginn að hlusta. Kottu með hana. Sko, Rikki við Rikka og Aldís í mat síðastu ekki Pistla Já, ríkilega gaman Drakka sér ofurölu Drakka sér blackout Bæði yndislega og ógeðslega gamla árum með hann Já, frábærs Rikki var í smá vesel á leiðinni heim Segðu þetta bara Datt hann á svo mikið í jagerinu? Nei, hann var nú bara í björnum kallinn Jagerinn kemur, hann klárast þetta menn sko þess að það ekki innistæði fyrir honum Já, með fulla nýskapa lætbjórum Rikki datt niður tröppundir heima með þegar hann var leiðin út klukkan 11:30 á laugardagskvöldi og komst ekki úr leigubílnum þegar það var komin heim til sín Hvernig fór hann komast ekki úr leigubílnum? Leigubílstjórinn og Valdís hjálpuðum Nei Rikki er eitthvað minn upp á sviti Hann sagði þetta er ekki gest hjá hann síðan 2012 Já, nei, það endrar hauga líi sko. Ég elskaði að Rikki heldur góð Rikka líi sko. Ég var með hún í Monkey Park bara daginn og að manni getur að labba þar inn
Við löpum út allan garð og klöpp. Þetta var samt svo skrítið af því að hann var feskur allt kvöldið, svo allt hérna bara eins og að sloknaði á hann þegar þú var að fara. Já, bara hann er raging alcoholic, það sem gerist blundað. En varstu með eitthvað, það var ekkit heimabrugg þarna? Nei, bara bjór. En ekki það, Steindi getur ekki sagt mikið. En elskaður Rikka, he knows how to party. Já, Steindi drafst nú í partíunni á Köðs. Ég drafst aldrei. Nú, varst ekki að segja hluti sem þú vissir ekki eins og hvað þýttu og varst að spurja mig daginn eftir, betur hvað var ég að segja? Samt að verja Steindi þar, við bjóst ekki að landa Köðs, myndi við með bollu af landa í partíunni. Já, ég ætla bara að minna á það líka. Steindi getur ekki rakka niður Rikka því að Steindi gerði slíkt það sama hjá Köðs. Já, nei, fyrir utan það, þú myndir aldrei ná mér eitthvað vindöðum. Hann var ekki vindöður. Það er rosalega gamli skóli að komast ekki út á leigubílum. Já, það er bara Rikki varst ekki áldur. Nei, það er nefnilega nýju skólinn að komast ekki út á leigubíl. Gamli skólinn hefði alltaf komast út á leigubíl. Sko, líka svo ég verði nú minn mann Rikka, hann er svo skemmtilegur. Já, hann er líka í einhverju mesta kötti sem hann hefur verið í. Hann borðar ekkert. Nei. Þá er núna þú sem þjálfari, er ekki svolítið hættulegt að taka stífa drykki ofan í tóman maga? Það verður fyrir fullur, maginn er tómur, það segir sjálft. Ég dæmi ekki Rikka, ég hefði gaman að þessu. Það var búið að elda fyrir Richard. Ég eldaði nú ekki neitt, en kona mín er töluvert betur kokkur en ég. Já, en það er hins vegar eitt í viðbót, drengir, sem ég ætlaði að minnast á. Okkar uppáhaldsmaður, Jón Jónsson, 35 ára í dag. Wow. Detective John. Já, hlustur á hvert þátt. Stóni, hvað þú áttu gamall? 35. Já, 36, nei. Steindi 36 árinu eftir 1 mánuð. Nei, ég held að við Jón erum bara, já, gamlir held ég. Hvernig getur ekki muna hvað gamall? Þú ert 36 ára í desember. Nei. Jú, þú ert 4 árum yngri en ég. Þetta er ekki flókin starffræði. Ég var 40 í sumar. Sko, ég get lofað. Ertu ekki fæddur 84? Jú. Já, þá verður þú 36 ára eftir 2 mánuði. Yes. Já, Jón Jónsson er 35 ára í dag. Já, ég var að fatta, já, ok. Já, þú varst að fatta hvað eldri en John. Já, ára eldri. Basically að tapa heilu ári hérna. Ég var að tapa heilu ári hérna. Veit ekki hvað fyrir ekki. Ég er að fletta hann upp, hann er client, ég með allt í tölunni. Ég var ekki búin að hafa, ég held ég væri að verða 35. Nei, þú verða 36 ára. Eitthvað good shit party. En Jón, ef þú ert að hlusta. Friðrik Dóri fættur 1988. Já, hann er jækvæmlega bróður minn. Já, hann er a young tiny little baby Frikki Dór 88, já. Hann er 32 ára 7. október, það var bara daginn. Og til hann ekki Frikki líka. So many hits. Og til hann ekki með daginn Jón, ég held án alls gríns að Jón Jónsson er með þeim skemmtilega sem ég kynst. Já, hann er geggjaður og þeir báðir. Ógeðslega fyndin típa. Já, þeir eru báðir ekki mjög leiðilegur. Nei, það er svo gaman að vera kringum. Frikki Dór, að því að Jón drekkur nú ekki og við erum búin að tala svo mikið einhverja drikki hérna. Frikki Dór, hann er nú ekki vanur að vera að túra og fá sér einhverja drikki eftir gig, en hann gerir það með okkur blöð. Það er hárrétt. Þetta er afmælisbarn dagsins, Jón Jónsson, 35 ára. When you're around. Gekkja lag, látt hérna heyrði það. Ég er með rosalega fréttir. Það var einhver álúri fyllibitta sem heyrði spjall okkur á það, hann sendi á mig. Það er Light jólabjór. Nú, ok. Light jól, karamella og appelsínubörkur. Ég er að fara í þetta right now. Ég er alltaf að fara að smaka þetta. Frekar heldur en jólatúborg. Ég er í aðhaldi sko. Byrju karmela, ég fíla það. Börkur, 100%. Þú líka, Steindi, þú múti geta fjastringu og geta það sko. Já. En þú veist, þetta er karamella og appelsínubörkur. Já, þetta er bara geggjublanda. Low carb jólabjór. Ég var að panta, hann er komin. Já, en ég get lofað þér, hann er ekki afgóður og jólatúborg. Og ég er ekki að segja þetta því að það er sponsor þáttur. Þú hefur ekki smakað? Sko, hann er rosalega getnilegur. Og það stendur karamell, eða sko er karamellu? Ég fíla karamellu, já. Ok, en appelsínubörk. Ekki mikið. Hefur þú getið appelsínubörk? Ég hef smakað hann og hann er fýtt bara, finnst mér. Já, veit það ekki. En herðu, það komið að slúðri hér í FNÍ og ég er með ágætis pakkand ykkur. Já. Dreigir. Ok. Fyrsta, Brad Pitt. Já. Hann er hættur með þýsku fyrirsættunni Nicole Poturalski. Álur skell. Já, sjokkur. Þetta var nú eitthvað sem ég kallaði fyrir slettu 3 vikum, eða ekki? Nei, það var reyndar 3 eða 2 mánuði síðan og kallaði þetta, en þetta var ekki þitt besta kallinn í þættinu, bara svo vitir það, sko. Hvað meinar þú? Því hún er ennþá gift og er með manninu sínum, sko. Já, en ég kallaði þetta. Ég sagði Brad Pitt og hún. Að þau myndu hætta saman? Þau myndu hætta saman. Ég sagði bara núna bara eftir nokkra vikur mánuði og það er bara búið að gerast. Það var ekki svolítið gefið. Hann er, ég verð að rósa Steinda. Nei, hann er ekkert eðlilega góð að lesa þetta slúður. En finnst þið það magna? Hann hefði spáð því að það sé 35 ára á milli og hún gift með öðru manni að þau hafa hætt saman. Mér finnst þetta ekki eitthvað svona. Þetta var svona góðu lestur hjá Stóni. Ég las tíma. Þú ekki vinni á að séu það heyrt? Já, ætti örgulega að gera það. Býtu, já, hún er bara 27 ára.
og hún á barn með hérna görnum sem 70 eitthvað. Mér finnst bara Þetta ekki merkilegt. Mér finnst pittarinn strákar vera á hálum ís. Nei, okkur. Af því að sko hvað hann að þvælast inn í eitthvað giftu hjónum. Og graður Steinþór. Já, en ég að segja, þú veist, hann getur þá ekki bara hitt einhver aðra pí. Af hverju er hann að fara í hann að pakka? Minnst það svo skrítið, fattið þið? Hann er eitthvað skotin í henni. Já, ok, hann hittir einhverja píu og hún segir, heyrðu, já, ég er skotin í þér. Já, ok, sömulegis. Ég efast að hún hefði sagt ég er skotin. Nei, ég er svona að reyna Ég er skotin í honum, sko. Ég er að reyna ég veit að þau sögðu þetta ekki, ég er að einfalda þetta þessu. Og hún segir, heyrðu, ég er annars gift þýskum snúða eigendamanni einhverjum, hvað sem hann á, hvað snúðabúð í Þýskalandi. Það er eitthvað moldríkur. Já. Það var snúðabúð. Já, sagði það ekki. Bakari. Er hann bakari? Þú sagði það. Veitingamæður. Hann var eitthvað. Ég manna ekki, hann hafði á nóga pening. Hann var uppvaskari mínur, hún er gift. Hún segir, heyrðu, ég er gift. Og þá ætti pittarinn að segja, ok, það er nú eitthvað svona ákveðið maus sem ég kannski þarf ekki alveg að vera komin í. Þetta pyramidala hellingsandi, ég ánægði með þetta par, hvað kom upp á samt? Ákveður varst ánægði með þetta par? Þetta er bara huguleg og... Hvað meður, þú er ekki séð bakarann, sko? Jú, hann er eldgammal, sko. Hann er 77 ára. Hvað kom upp á hjá pittaranum? 77 ára? Ég held að við komum bara upp á, hún er gift öðrum manni og á barn með hún. Ég hugsa að það sé svona... Það sé málið það? Já, ég myndi halda að það væri nóg. 50 árum yngri. Gætu þið verið í opnu sambandi? Já, hún er 50 árum eða 40 eitthvað árum yngri. Bara opnu sambandi með og kemur bara eitthvað þýsku snúðameistari inn í pakkana. En ég held að það er sína skilninga í út af pittarinn. Já. Ég sveimi þá, maður gæti ekki bölva því að koma sem ég væri bara hangað í kringu það eins og bara vitleysingu, bara huge fan Pitt, bara kona mín, bassmóða mín með honum. 77 ára bakari með 27 ára stelpu, það kemur ekkert óvart hvað honum finnst neitt. Það er meira bara hvað pittarinn er skrítin að keyra inn í henn að pakka, sko. Ég held bara hann að vera graður, ég búið að segja við 100 sinnum. Herðu, þá ætlum við, þú þarft ekki að segja okkur einu sinni. Við ætlum að fara hérna í næsta slúður. David Beckham og Victoria Beckham ætla að gera heimildamöndin lífsitt sem verður sýnd á Netflix. Sænaði minni þá veitlu. Getið ekki verið áskrifandi right now á því? Ertu ekki með Netflix? Já, þá getur þú hort að hvað getið sænað minni það? Þetta er bara Getið skráð með strax. Farið verður í persónuleg mál, fjölskylduna, vini og liðfélaga frá Perli Beckham sem knattspyrnumaður. Victoria kemur einnig fyrir og verður rætt hjónaband þeirra og hvernig þau fóru á stað. Djöfull er þetta leðilegt maður. Beckham hefur aldrei gefið svona aðgang áður. Stóni. Og hann aldrei gefið svona aðgang áður? Nei. Já, ok. Og veistu hvað hann fær fyrir þetta? Já. 3 milljarða. Já. Það er ágætis. 3B. Ég myndi gera svo skrýtna heimildamyndum mig fyrir 3 milljarða, sko. Hvað þá leifa fólki bara að sjá inn í líf mitt. En pældi þið samt í hvað þetta er leiðilegt stöff sem er að bjóða. Ég laka til. Egil var að spyrja hvað hann geti bara sænað inn. Ég langar að skrá mig strax, sko. Ég vissi að þetta var Netflix, sko. Já, ég hlakkar eitthvað til að sjá svona hvað Victoria Beckham og David Beckham eru búin að vera svona bralli gegnum árin svona heima við. Mér finnst það bara mjög áhugavert. Mér finnst ekkert í heiminum minna áhugaverð. Þetta er David Beckham, sko. Já, ég veit. Sko, fótboltamaður og ekki einn af þessu fótboltamönnum sem er alltaf lórið til ferilinn, er successful businessman. Þetta er bara topp maður. Eftir ferilinn og ótrúlega ná ekki. Ég er ekkert að setja neitt út á hann. Ég ekki að tala við 2 grjótarað United menn, hann er 450 M. Það er að fá 3 milljarði viðbútt. Þannig það er að drugla því 1B. Ég er bara basically að segja ég vil sjá Beckham í 1B. Já, ég líka. Hann á ekki verið í 450 M. Nei, ég basically að segja bara svo, þú veist, enn ein heimildamyndin eitthvað, bara fræð hljóm. Ef þetta var eitthvað Júsíka, það verður fróandi. Nei, 100% ekki. Það er eitthvað ekki merkilegt því að ég veit ekki eins og hver hinn er, en Adele víst að slá sér upp með Skepta sem er einhver annan tónlistamæður. Vitið þið hver Skepta er? Skepta? Já, er það bara því er festugur og ógæslegur? Ég veit allavega ekki hver það er. Nei, þau eru búin að vera saman núna í tæpt ár, halda slúðublöðin hann úti og þau eru víst meira en bara vinir. Ég var að sjá frétt í fyrra dag bara á vísi eða eitthvað, hún væri bara einhleip og allt þetta væri bull. Já, en þá er hún einhleip. Blöðin úti vilja menna The Oracle. Já, ekki þannig. En hún lítur vel út í dag, Adele, og fekk mikinn skít fyrir það frá aðdándu sinni sem vildi hún ennþá bolla og fóð bara að borða hotla mat og reyfa sig. Akkur má ekki grenna sig. Já, það er fáránlegt, en það var alveg sprjálað á Instagramni hann, því hún grentist um eitthvað 20 kíló. Alltaf ef hún fór í einhvern extreme kúr, einhver 500 kaloríu kúr sem var mjög óheilbrigður,
þá skil ég skítinn, en hún bara breytti lífstíl, þá ekki hægt að töði í henni. Nei, hún breytti bara lífstíl. Ég fór á íbúfenkúrin og tálkaði með 10. Já, þetta töði þegar því. Já, það er ekki breytti lífstíl, sko. Ég tálkaði 10 kíló að mér á mánuð á íbúfenkúrnum, það var ekki, ég fekk ekki neina drullu þar. Þú ættir að fá skýrt fyrir það. Þetta var slúðupakki dagsins, við skuldum auglýsingar og svo það klefi og fleira. Við hringdum í mömmur okkar með lélega brandara. Það gæti orðið óþægilegt en skemmtilegt. FM 95 blöð með ykkur á þessum föstudegi. Auður Blöndal, Egill Einarsson og partypinninn okkar Steinþór Hróar Steinþórsson. Það er jam í kvöld og það er jam á morgun. Já, hinn Hvað getið fengið það lag? Já, það er ekki, en samt er stemning að vera að spila það þegar það má ekki jamma. Já, það er að fara jamma heima þessi, sko. Já, meinar. Ég ætti að grínast, það er annarkur maður bara í blackouti heima þessi. Spila það fyrir Matti. Og taka gardínun á það. Já, bara draga fyrir. Það eru fái liðir sem að voru síðasta föstudag, en hér kemur einn af þeim. Og annars held ég allt annað nýtt. Það var bara slúður og kortmetur frekar. Svo ætlum við í flottulega keppninu eftir smástund og fleira. En þið tilbúinir? Ég er með þetta í dag. Já, við erum klárir. Og það koma 2 frá hlustendum sem var með að senda á Instagraminu og svo er ég með eina sjálfur. Ready? Já. Kortmetur frekar. Vakna morgun og þeir eru jafn gamlir og dóttir ykkar sem er 6 ára eða vakna morgun og dóttir ykkar er jafn gömul og þið. Og það var Hafþór Hrafnsson sem sendi með þessa og mér svona geggið. Sko, það er náttúrulega væri ekkert búið að breytast þannig, fattur þau? Þú veist, við spólum ekki alveg tilbaka, þú veist, ég myndi bara það er ennþá bara 20-20 og þú ert bara orðin 6 ára. Já, minna, eða hún er orðin 36 ára. Þú veist, væri það ekki bara geðveikt eða? Að vera aftur bara orðin 6 en veit Steindi það sem hann veit í dag þegar hann verður 6 ára, eða verður hann aftur bara heimskur 6 ára krakki? Já, ok, þú ert ekki hann getur ekki notað þess amazing knowledge. Nei, sem er ekkert amazing. Ég held að Steindi sé ekkert með amazing knowledge. Já, ég er satt með svona street knowledge. Fyrir 6 ára krakka, já, þá verður helviti gáða. Já, það getur bara að búa til þess own company þá 6 ára, sko. Sem væri veistlega, sko. Ég er heimsfræður krakki. Það er staðfest. Ég er heimsfræður krakki. Þið verður bara 6 ára áttur. Ok, en ég get ekki gert krakkanu það að spóla henni bara í fertugt. Já, spól henni í fertugt. Segja bara sorry. Ég var að velja. Já, bara öll ævin er farin. En þá er samt sko Gurri komið 2 6 ára krakkan. Já. Það er góða punktur, sko. Já, maður myndir náttúrulega bara reikna með því að maður myndir náttúrulega bara fá nýjan pappa. Það stór skrítin þessi drengur sem senda þessi spurningun, sko. Mér finnst það bara geggjum. En sko, ég held að sko, ég get ekki gert ef það að spóla hana beint upp í Big 40 taka bara afinn í 34 ár. Ég tek skellin, ég fer í degurinn á skóla aftur. 4-6 ára er a hell of a fucking time. Já, þannig þú verður 6 ára aftur. Já. Mér finnst þetta nefnilega ekki vera það mikill skellur. Ég væri bara til að endur taka leikinn, sko. Byrja bara aftur 6 og það eiga all, þú veist það, easy ferðirnar eru eftir og lífið líka basic eins. Easy ferðirnar? Hvað heldur, ég nenni þangað þegar ég er 60 og þú ert 16, nei 20 og það hljóta að vera einhverju 6 ára króksar 20 ár þegar þú er 26 ára og ég er 60. Heldur að segja ekki einhverju 6 ára króksar að núti núna sem verða alvöru fyllibittur og er að fara að flytja til AC og vesenast og koma tilbaka og spila. Það sé bara okkar hópur en þannig að þið takir báður á okkur að vera 6 ára. Lífið breytist ekkert mikið þú spólar í 6 ára, þú verður áfram í töluleikjum og þú verður áfram með allt lóðrætt. Það breytir ekki, það veitum kannski rauðvinni mingar þú verður áfram í tölvunni. Þú verður kannski orðin besti game í landsins þá þú eru fullur. Já, ég gæti, það er reyndar. Heyrðu, talandu það strákar, það er rosaleg pressa á ykkur tveimur að þið mæti næsta 50dag í Rauðun og Klakka að spila Among Us. Og hvað þurfum að gera þar félag? Þið þurfum ekki að gera neitt nema bara að mæta og spila. Hvernig virkar þessi leik? Ég á PlayStation. Nei, þú gerir þetta bara í tölninni, fartölninni og ég ætla að fá okkur til að lofa hlustendum að þeir séu að fara að mæta. En eru það með headphone og webcamið og allt ruglið í gangi? Ég skal stilla það inn og tökur 2 mínútur. Hvað gerir þessi leik? Ég ræði þetta setna, við erum hérna í kortmötur freka núna. Hann er geggjaður, lofið hlustendum núna. Er ég að hlaupum að skjóta eitthvað fólk? Nei, bara mér langaði meiri í það sko. Hvað er ég að gera það? Ég skal leiða ykkur að skjóta líka. Það reyna að solve a murder. Hlustendur heyra það nú. FNÍ blöð verða saminaður á 50 dag. Herru, kortmötur frekar, þurfu alltaf að segja ég dyrka þessa stelpu og taka utanum henn og kissa hana í hvert sem þú og maki ykkar hittið annað fólk næstu 3 árin eða fótbrjóta Gylfa sig fyrir Ungverjaleikin.
Hver að koma með Hver kom með spurning? Hvað snilli kom með spurningu? Ég fekk hjálp með, sko, ég samdi að kissa en svo man ég ekki hver sendi mig með fótbrjóta Gylfa, mér finnst það þetta geggjað, ég byrst afsökunar og glemti. Ok, fótbrjóta Gylfa. Sko, málið fyrir risaleik hvort þú komist á EM eða ekki. Mér langar á EM, sko. Það er ekkert skemmtilega en elda landslið á EM, ekki nei. Ég tala ekki með á COVID, maður getur farið á leik. Ég fór ekki síðast, ef við förum á EM núna, það er bara lofur mitt núna, ég mun fara. Það er eitthvað skemmtast að ferð sem ég farið á EM-inu. Sturla dæminu. Ég sko, hvað segi ég aftur sem er ársáttíð og... Þú varst alltaf að segja, ég dyrka þessa stelpu, taka utanum og kissa hana hvert eins og þú hittir eitthvað. Ok, segi mér sér ársáttíð og ég hitti eitthvað fólk, hæ, og síðan segi ég dyrka þessa stelpu, kissa hana, sér lappa ég 3 skref til hægri, nýtt fólk, þar segið aftur. Goddammit. En fólki lítur að spyrja hvaða stelpastar? Náttúrulega konuna hennar. Kissa hana, þú veist. Þetta er bara, ef að þið Sigrún til dæmis með Halloween party í kvöld og þá ertu að taka fyrir framann mömmuðina og alla hérna þetta er ógeðslegt en sko, máli er að ég náttúrulega og þjóðin myndi vita því fótbrotið bara sko, Gylfa þetta er náttúrulega hræðilegur valmöleiki hana fyrri en hversu lengi þetta gerir? Ég vil hafa þetta sigmenn í lagi eins og leik ég tek hann að skella á mig þannig að alltaf þegar þú hittir eitthvað með gurri þá bara ég elska þessa stelpu, það dyrka þessa stelpu Mér langar EM Mér finnst þetta svo En þú veist ef við kemst EM og þið verið saman þá ertu að gera þetta bara alltaf álum Já, en þú veist ég bara tek hann skell, mér langar á EM Mér finnst þetta að vera svo ömulegu dill sko. Ég hugsa að maður myndi fótbrota greið Gylfa og ég held að myndi fyrirgefa mér strax þannig að fellow gamer og við myndum bara fara yfir stöðuna Nei, ég held að sé nefnilega ekki að fara að fyrirgefa þetta Jú, fótbrotan fyrir bara stærsta leik okkar í mörg Já, eða svo bara með smá hefnið þá klárum við leikinn og hann er bara ferskur og ég held að það er fýtt til Þá er það síðasta fara sjálfir í mánaðar einangrun eða senda hina 2 hérna í þættunum í 3 mánaða einangrun og það var FM95 Brö sem sendi þetta Herðu og það eru gamers Þeir eru búin að býja eftir sjárati í nokkra vikur Sko, ok, ég fer í mánuð isolation eða ég og Steindi fyrir í 3 mánuð Já, ég sendi ykkur 2 í 3 mánuð Vilst þú myndi gera það, það er svo mikið laumingi Þú líka að gera það Ég sendi ykkur í 3 mánuð Já, við fyrir í 3 mánuð Það þýðir ég þarf ekki að fara það í neitt Nei, það er hálf rétt það heima með síkó Það ljómar helviti vel Já, mér finnst það fárlega gott Sér heyri ég ykkur eftir hvernig það var og Ætla þú að taka það samanstendi? Já, sjálfsög, ég sendi ykkur það Laumingjar er þið Fuck Þetta var hvortmyndur frekar og já, ég get eiginlega bara ekki verið sammálaðan síðust Ég hef alltaf tekið á mig mánuðin Það er kannski bara ég Það er alltaf verið í einangrumlu Einn heima fastur í myrkri Jú, ég hef alltaf tekið það Það farið í hristingsloppin, alltaf, strax Ákveður virkar þetta ekki hérna, ég ætla að fara í lag Þetta er skellur fyrir okkur eftir Já, bara búin að vera í græðunum Hvað er það, 10 ára tökunum? Þetta ætti að koma inn núna 10 years Það er eitthvað rugl í gangi, þetta er á on Ég finnst að ángriðst, þú voru að byrja að syngja bara sjálfur Syngdu bara eitthvað Þú voru að redda þessu 10 ára á tökunum Shit, hvað það verið töðan En þú reddar þessu ekki, þú getur ekki að fara í flottulag hérna Nei, ég veit það, þess vegna verði það Redda nýri vinnu bláðan Já, þetta er vesen Ég vil ekki bara fara í næsta dagskálið Málega, það er eitthvað takki svo þetta í þetta on á Það er eins ég búið að læra þessu brasa Já, sko, ég kann á alla takkana þetta Þannig að það er ekki vesenuð okkar Það lítur að koma ykkur hlustandi bara græðið og eftir hérna hjá okkur Vonandi er Richard að hlusta og er að taka hambursubegi og leðningu upp þetta núna Já, bimmanum í hvítur gallaböksunum Já, það var rosalegt lúk Maður setti því lúki Já, það var besta lúk sem ég sé Það var bimmanum með fyrir utan Ég er búin að berga þessu með tækninni Já, ekki það sem ég ætlaði að gera en fuck it En við getum verið í vesinni með hitt samt Ég þarf að finna út af þessu Býtu, er ég að glíma í það? Nei, það er alltaf ég 10 ára á tökunum Ekki á sömu tökkunum Partydýrið þitt Það er þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 en við Steindi erum ekki í beinni útlendingu núna því að við erum standir hérna inn í klefa. Ja, þetta er okkar uppáðað staður. Já, hérna er oft gott að sitja bara og fíblast eitthvað. En við ætlum að fara í svolítið nýtt. Þetta var eitthvað sem að spratt upp í okkur í morgun. Já, þetta er glænýr dagskrárliður. Já, en ég held að hann verður nú ekki langlífur. Já, sko Það er hlusta á þáttinn, þá er þetta aukt nefnir sem að ringja ykkur aðra. Já, ég er samt svolítið spennt, ég er bara spenntur fyrir þessu. Það er bara að vita hvernig þetta er, en dagskrárliðinu, þetta er ekki flókið. Nei. Við ætlum að ringja í mömmur okkar. Já, þar voru fyrir valinu í dag. Já. Og ég fæ að velja brandara sem þú verður að koma inn í síntalið. Á mömmu mína. Og öfugt. Já. Þannig að þú segir mér hvaða brandara ég á að segja mömmu og ég segir þér hvaða brandara þú átt að segja mömmu þinni og þær eru báðar heima, við ætlum að hringja heima síman, hann fatt ekki sem í útvarpinu, reynda líka það er 50 dagar, ég held að myndi ekkert kveikja. Nei, heyrðu, veistu hvað? Ég fór og gerði alvöru rannsóknarvinnu við það. Ég googlaði brandaras
Það var nú ekki flóknari það. Nei. Og ég fann brandara. Já, ok, og ég byrja sem sagt. Já, ég var til í það, sko. Ok. Og brandarinn hann nefnilega, finnst mér bara, hann mjög slæmur. Ok. En það líka tilgangurinn. Veistu, hvernig veistu, akkur fýllegu fariðin í ískapinn heima hjá þér? Ég reyna að svara sig eitthvað. Já, svona, hvað myndur þú halda það? Já, bara því að hann ónýtur eða eitthvað, ég veit ekki. Já, það enda mega meira sens en það fótspor í smjörinu. Guð minn, góð. Shit, hvað það liðast maður. Ég held það. Það fótspor í smjörinu? Já, eitthvað eftir að deginu mömmuðinni, sko. Það sem ég er svo spenntur sko, ég langt svo að vita hvort hún hlægi svona til að vorkina þér, sko. Já, það bara ein leið til að komast í. Ég ætla að ringja henni hana. Þú ringir. Býtu hvað, já, því að það fótspor í smjörinu. Já, það fótspor í smjörinu. Þess vegna vistu að fíllinn hafi farið inn í, sko, ískapinn. Shit, hvað það vant maður. Hæru maður sjá. Halló. Hæ, Setta. Hæ. Hvað segirðu? Já, fínt bara skan. Það ringir heima síðan. Já, það kom eins og var alltaf slögt að gemsanum. Nú, ok, skan. Hvað er það bara að segja? Var það húsið í það? Já, fenguðu í gær. Já, fenguðu í gær? Já. Ó, geggjað. Já, ég ætlaði að mynda að tjekka hvort þú vildi ekki fara að kíkja kannski bara helgina eða eitthvað. Já, við leiðum okkur lítið hús á Laugavatni en ég var til á sunnudag. Ok, geggjað. Það er ekki allt gott annars, eða? Jú. Ragnar Hress. Já, hún er góð. Já, ég skan, frábært. Það bara gengur vel. Sástu brandar sem ég sendi þér hérna á Facebook, á Messengernum? Nei. Varstu búin að heyra þarna með fílinn veistu hvernig veistu það sé búið að vera fíll í ískapnum með þér? Nei, það veit ég ekki. Það eru fótspor í smjörinu. Ó, Jesús minn. Já. Hvað segir Teddi litli? Teddi er góður. Ekki? Já, það hlakka til að geta sagt honum þennan. Herri, ég heyri þá betur í þér á hérna sunna. Viltu segja Halla brandarann? Já, ég skal segja Halla brandarann. Já, en þú fattar hann alveg, ekki? Jú. Ok. Herru, ég verð mér bandið setja. Ok, bye. Já, bye. Sko, hún bara grænlega hérna. Heyrðu, þetta, ég ætla bara að segja þig að hún var samt bara að hlæja svona til að steyðja strákin, sko. Já, Jesus. Hún var ekki að hlæja, brandarinn er ekki fyndin. Nei, hann er alveg hræðilegur. Þetta er hræðilegur brandari. Já, herru, nú er það mamma þín, sko. Já, erstu búin að finna brandaranda mér? Já, hann er klár. Já, ok. Ég standi bara eitt góðan. Já, þú voru að láta mig fá hann. Já, en þú vart að taka hann, sko, þú vart að spurja hann, varstu búin að heyra, þú vart að gera það rétt, sko. Já, það byrjaði að opna símtali bara, eins og ég segir hingið mömmu. Nákvæmlega, eins og ég bara, selja henni þetta sé eðlilegt símtal. En þú þarft að fara inn í, þú vart að enda á, þú vart að spurja, varstu búin að heyra með, gaurana í eyðumörkinni. Já. Og hún segir, nei, þá segir, það voru eins og 3 gaurar að labba í eyðumörk. Já. Svo fór einn, veistu okkur? Já. Af því að hann svo þyrstur. Já. Ég skil ekki eins og brandar sjálfur. Nei, mér er alveg svo hvort þú skilur það ekki. Þetta er ekki brandari? Jú, ég var að semja hann. Varst það semja? Mér finnst hann bara drullu góður. Ég hafði fyrir að finna minn. Já, en mannst hann? Mannan? Þetta er ekki neitt. Já, hvernig er hann? 3 gaurar í eyðimörk. Já, svo fór einn þegar hann þyrstur. Já, þegar hann þyrstur. Já, þú voru að selja hann samt. Þú voru að spyrja, mamma, varstu búin að heyra gaurana í eyðimörkinni? Það er ekki hægt að selja hann þetta. Ég er alltaf að fara að hringja. Þú tekur þetta núna. Til. Halló. Hæ. Hvað segirðu? Allt reynd. Heyrðu, ekki rætti fyrir kvöldið? Jú. Það er ekki, sástu það er búið að skreita og allir voða spenntir? Já, heldur betur, það er bara ekki talað annað. Nei, en þú veist að það er búningaskylda á fullorðna líka? Já, ég veit það, við gerum okkar besta. Já, getur ekki fundið eitthvað heima og eitthvað? Jú, steinum ég veit hvað, ég ætla að vera norð. Já, ok, það er þetta. Þetta er mjög gott. Pappin, hann verður ykkur lamin, eitthvað. Ykkur lamin? Já, bara ykkur katt sem að dregin upp aukstað. Já, hvað, bara róni eða? Nei, ég veit ekki hvað ég ætla að hafa hann. Nei. Við finnum eitthvað á hann. Já, þið græðið þetta. Já. Heyrðu, Heyrðu, ég var að segja reitt maður. Já. Heyrðu, ertu búin að kíkja á Facebook í núna sástu brandara sem ég sendi þér? Nei. Nú, ég heyrði svo fyndi brandara. Við erum alveg búin að deyja úr hlátri yfir þessu. Það er hvernig var þetta aftur? Það eru 3 gæjar í eyðimörk. Já. Og svo var annar svo þyrstur. Einn af þeim var svo þyrstur, sko. Já. Þú veist hvað hann gerði? Nei. Hann fór og fekk sig bara að drekka.
Ég ekki að ná þessu. Gæti ekki ná brandaranum? Nei. Jú, þeir eru 3 þarna í eyðimörkinni. Já. Og svo var einn bara orðið fyrstur. Já. Og veistu hvað hann gerði? Nei. Hann fór bara og fekk sér að drekka. Já, gott hjá honum. Ég hefði gert það líka ef ég hefði verið fyrst og verið eyðimörk. En hvar náði hann í eitthvað að drekka? Það fylgir ekki með. Já, þetta er bara brandari. Já, ég er búin að skemma hann. Nei. Já, þú veist pínu. Herru, við sleppum þessu bara. Það skiptir engum máli. Heyrðu sko mér, við bara sjáumst þér þess. Ég skal finna einhvern annan betri fyrir kvöldið. Já, þú veist að hann fór náttúrulega því að hann nefndi ekki að lengur eyðimörki. Hann fór bara að drekka, hann fara vatn. Já, ok. Já, heyrðu, ok. Ég beði að helsa pappa. Bæjú. Já, bæ. Ói, bara, ég þarf að syngja í hana bara og heiði í henni sko, þetta er hagalegt. Það kom bara þögg. Ég skil það ekki. Það er af því að þetta er ekki brandari. Það var ágætur. Nei, ágætur. Þetta er ekki neitt. Þetta er bara ekki neitt. Ég veit ekki, jú, þetta voru bara lélegir brandari. Hún heldur hafi bara fengið heilablóð. Svo það nú líka bara ræða þessa stemmingu sem verður í þessi partí. Pappið þetta kom sem lamin maður og mamma eins og norm. Má ég koma eða? Herðu, þetta var hringt í mömmu og já, ég hefði bara nokkuð gaman að þér. Drengir, það er eitthvað sem við höfum svikið núna nokkra föstudagi röð. Já. Það er flottulega-keppnin og við vorum búin að lofa að fara í hann í dag og eru þið tilbúin, já, þeir eru búin að senda mér þetta lögin. Já. Ég sé það. Ég sko, ok, konseptið er þannig, er ekki rétt um mér, að Þórólfur er að labba inn á fund og hann er að tilkynna það að veiran sé farin. Já, af því að allir svo ógeðslega þreyttir á þessu. Já, og þetta er lagið sem hann spilar þegar hann labbar inn. Já, hvaða lag myndu þið spila á fundunum að þeir sem eru að fara að segja Íslendingum að veiran sé farin? Já. Basically þetta er bara búið. Við erum bara COVID-free og það lagið er undir. Já, og þetta er, já, hvaða lag er undir þegar þið labbið inn? Já, hvernig líður ykkur með lagið sem þið völduð? Eru þið eitthvað eins? Ég líður vel. Ég er nokkuð bjartýtt bara. Sko, máli er, þú hlóst mikið á hann, þá ert þú með eitthvað. Nei, sko, konceptið er Þórólfur er búin að sigra veiruna. Já. Hún er farin, dead and gone og hann er að labba inn í salin og þetta er móment. Ertu með lagið Dead and Gone með JT og T.I. Það er enda verið geggjað. Já, enda verið mjög gott að vara. Það er með annar lag. En sko, ok, hver byrja? Stendur, hann er potið með lillasta lagið, ekki Já, sko, nei Já, Stendur byrja bara. Nei, byrja þú. Þú vinnur hvað sem er aldrei. Það er best að enda í þessu, það er staðfest. Já, en þú veist, en þú verður það með það lillegt lag. En svo er það hlustendur sem hringja í 511-0957 fyrstur upp í, hvort þið var 3 eða 5 atkvæði? 5 og það 3 er bara hefni. Nei, fyrstur upp í 5. 4, fyrir mig til væn. 5? Já, það er eitthvað 2 sekundur. Þetta getur verið 15 hlustendur. Þetta er bara, nei, bara gamlega hvað þau eru hvað aldrei kjósa. Við höfum ekki opnað fyrir síman í mörg ár. Ég kunni ekki á síman fyrir þáttinu í dag. Þú mátt ekki skýta nú. Svo höldum áfram. Ég er sko, máli er að ekki skýta Blondale. Auðvitað, vilt að ég byrja? Já, byrja þú byrjar. Ok, ég skal byrja. Þú varst með lagið Klárt blöð. Það er klárt hérna. Og eins og við erum búin að taka fram, þá er Þórólfur að labba inn og hann að segja við séum orðin COVID-free. Já, og þetta er lagið sem þú væri með undir ef þú væri að labba á fundin að segja öllum að vera COVID-free Ísland. Já, ég ákvaði að leita í gamla skólan og ég ákvaði að leita til eldgamals félag sem heitir DMX. Lagið sem að Steindi væri með undir ef hann var að labba inn búin að sigra veiruna. Já, ég ákvaði ekki bara að fara alveg tilbaka og bara í ræturnar og ég tók DMX að það. Ok, hefðu það... Fólk er byrjað að ringja 511-0957 að kjósa en við þurfum nú að spila öll lögin. Já. Fólk er strax byrjað að ringja. Já, en það er weird. Hvort vilt þú vera næstur Mér er eiginlega bara sama, Blondale. Ég lefi þig bara að stjórna þig. Þú ert gæinn á tökkunum og don't give a flying rat's ass. Þá don't give a flying rat's ass. Þá ætla ég bara að setja þig næstan. Ok, ég sendi þér okkar sekund út að byrja. Já, Þórólfur en býtu, okkur er alltaf bara núna græðunar eitthvað að stríða mér. Ég vil hjálpa þér að Ok, Þórólfur er sett að labba inn á fundin. Já. Þórólfur, persónulega, sé hann fyrir mér. Ekki mig, hann. Já, en sko ok, þetta er hérna, tilbúin. Var það hérna á 50 og 0233. Elsku hvað blöð fljótur að panika og byrjar ekki réttum stað, Blondale. Og fæði skýrkast 0233. Já, ok, þetta er tilbúin. Þannig að Þórólfur labba inn og þetta er lagið sem þú vilt að vera undir. Labbar í róleitunum inn og lagið byrjar á fundin. Nei, þetta er að stríða mér nú. Ok, opnaði bara lagið mitt í sama glugga. Já, en svo þetta er hérna. Ég er búin að loka hans glugga.
Hvað er að Sérðu? spila? Af hverju er þetta ennþá hérna? Já, þá er bara að byrja upp, stöttu mínu bara hér. Já, hvernig finnur það? Egil er komin að taka hana sko. Já, þetta er bara svæðilegt. hérna. Þetta er ekki Já, þetta er svona. Ok, Það er ekki þessum. næ, þetta er komið annað. Við ætlar að hafa þetta lag. Mátt ekki... Það er bann að segja lagið. Já, ég segi ekki neitt. Nú er fólk búið að gleyma hvað ég hafa með. Nei, Svo nei. mátt að byrja. Takk fyrir það sem stríðað mér þetta. Það er ekki bara að gleyma hvað þú varst með. Tilbúin. Ok, þannig að þú setur þetta lag undir þegar Þórólfur labbar inn og... Þórólfur setur þetta lag undir. Hann labbar inn og... Og landið er viðlaust. Þetta er hræðilegt sko. Nei, þetta er bara... Tjekkum á þessu. Ég held að hann myndi aldrei labba með þetta lag inn. Veistu það, Greiði kallinn maður. Jesus, hvað þetta er vont maður. Ég sá Þórólf fyrir mér. Það er að segja þetta. Já, þetta er agalegt dæmið maður. Sko, ég fann að halda að ég sé a favorite innan núna. Ég held að það er rosalega erfitt að ég breyki í þessu lög sem við erum komið Creed. Nei, ég er ekki fyrir að setja Creed. Sauðarkóksrokkið. Þórólfur að labba inn og já, hann er laus við COVID. Þannig að hann gæti verið með eitthvað vandamál en COVID er ekki eitt af þeim. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zap of toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio if I don't play they show. They don't play my hits, well I don't give a shit. So, rap mags try and use my... Þetta er lagið sem ég verið til að hafa undir hjá Þórólfur þegar hann lappar inn og segir Íslandi við séum COVID-free. Þannig að þetta er 99 Problems, Lollipop eða Party Up. Það eru hlustendur sem ráða. Þetta er DMX, DJ Alligator eða Jay-Z. Já, fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. FM 95 blöð, góðan daginn. Það er lagið hjá Gilfa. Já, Gilfa. Við erum góður. Hann er góð dætt. Ég held þetta FM 95 blöð, góðan daginn. Þessu aldrei saka með Lollipop. Það er Ötti. Anna. Já. Gert 1-1-0. Þetta er króksari. Takk fyrir þetta fallega atkvæði. Króksari. Við erum í næsta FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, ég verð nú að segja Egil. Lollipop. Suck on my lollipop. Þú vilja hafa það undir hjá Þórólfi. Það verða allir þar, sko. Þetta er sniðugt lagaval. Ég held þetta verið 5-0 hjá Agli. Þú ert komið 1 atkvæði. Þú ert ekki komið neitt, en takk fyrir að ringja. Við fáum hér næsta hlustanda FM, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Herru, það er Vöðingin. Vöðingin? Yes. Ég trú fyrir að vinna með þessu lagi. Hann er meistari. Takk fyrir að ringja og fáum næsta FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Herru, Steindi. Já, komin á blað. 3-1-1. Ég vissi ekki að þetta stóla á þig. Party Up, komin á blað, takk fyrir að ringja. Geggjaður, takk fyrir. FM 95 blöð. Já, blessaður. Já, blessaður. Hver fær þitt atkvæði? Þetta er lollipop. Það er Steindi. Nei! 3-2-1. Hvað er að gerast þér? Tjöfull er ég ánægður með ykkur. Herru, takk fyrir að ringja. Það er komið spennið. Ég er komin á botn. Ég er staðin upp. FM. Já, drengi, hvað segir þið? Við erum góður en þú. Fittlandi góðir. Já, ég er umgæslega góður, takk fyrir að spyrja. Hver fær þitt atkvæði? Þú mikli meistari. Ostamistari. Herru, þetta var alveg milli Pub, Video Game Boy og Most Respected DJ of All Time. Já, Basically. Já, við getum orðið henni, það er Most Respected DJ of All Time. Þetta er með long. Jesus Christ, takk fyrir að ringja við og hafa það gott. Hvað er staðan? Það er 4-2-1. FM. Tek tequila stöðubi, veist þú. Halló. 1 punkt. Come on. Þetta var að heyra aftur lögin. Nei, það er erfitt. Þannig að við þurfum að fara í næsta hlustanda. FM. Halló. Já, blessaður. Blessaður. Hver fær þitt atkvæði? Er ég með úrslit atkvæði? Já, ekki bara þú gefur agliða. Þú velur Lollipop. Já, þá er Gilfarinn Sigurveri. Suck on my lollipop. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir að ringja Þetta, en sko, við verðum líka Suck on my lollipop. Sigurlagið. Nei, við skuldum auglýsingar. Við verðum að gefa allir það. Þetta var langt besta lag. Ímyndaði núna bara, Þórólfur að koma núna fram. Er ekki eitthvað snillingu sem við þekkjum sem getur klipt Þórólfur að lappin með Suck on my lollipop undir? Kannski óþarf að gera honum það, en jú, það er mjög líklega einhver að gera það núna. Herru, auglýsingar.
FM 95 blöð með ykkur hér á þessum fyrstu 30. október. Það eru, býtu, Halloween, það er á morgun eða ekki? 31. Jú, Halloween á Þú morgun. spyrast Steinda því en það er engin sem er meira með Hann er samt með Halloween party í kvöld en ekki á morgun. Ákveð það í kvöld en ekki á morgun, Steindi? Ég eiginlega bara veit það ekki. Nei. Frúin að halda utan þetta. Skiptir einhver máli svo sem. Nei, þetta er nú bara fyrir krakkana og... Já, við erum á leiðinni í, spurt og svara sem hefur ekki verið lengi hér í FM 95 blöð. En sko, það er annað sem við vorum að fatta, drengir. Já. Að Egill, þú varst eiginlega bara að segja okkur núna, við spilum þá eftir, en það var að koma út nýtt lag í dag með Klaas sem að gerði hérna Infinity. Já, þetta er bara þessi gæði er huge. Og hvernig er átti lagið Infinity hérna? Philosophy. Það er 155M á Spotify. 155 milljónir. Já. Sko málið er að hann var ekki út lag með Sverrir Bergman. Hann er með 5,6. Það er rosalegt. Hann er með 5,6 million monthly listeners. Þetta er ekki eitthvað Class Clown. Nei. Og hann réð Manswes sem alltaf er besti söngvar í heimi sem við margótt sagt. Sverrir Bergman er að syngja núna lag með Klaas sem er huge. Og það er 5,5 miljónir sem hlusta á hann mánaðarlega. 5,6M 5,6. En ákveður er þetta er svona Sverrir Bergman í hnótskurn. Ákveður er þetta ekki nú Vísi og Deva og MBL þessi nýtt lag með Klaas og Sverrir Bergman kom út í dag. Við vissum þetta ekki og ég er besti vinur hans. Þú varst að segja mér þetta núna. Annars hefur sagt þetta í byrjun þáttar. Hann er bestin í heima. Þetta eru alvöru fréttir. Sverrir, þú verður aðeins að rífa þau upp. En hérna, við vonum nú að einhverju fjölmiðlar séu að hlusta á FM 95 blöð. Við ætlum að spila þetta lag hér í næstu innkomu. Þetta er alvöru frétt og við erum að tala gæs, þetta er ímyndu ykkur. Nei, ég ætlum að spila þetta eftir þessi. Þegar þú ert komin í featuring þarna með þetta monthly listeners bara svona mikinn hóp. Þetta er risastór. Já, þetta er bara risafrétt. Þetta er svessi á heimsmælikvara 100%. Við hefum alltaf tilkynnt þetta í byrjun þáttar. Herðu, það er líka annað sem við verðum eiginlega að gera svo við gleymum þessu ekki því að það er búið að vera að senda mér hérna á Instagraminu að við megum ekki gleyma þessu og ég var næstíð búin að gleyma þessu. Við þurfum að draga, drengir. Hver þarf að tala Donald og eftir því að klukkan er orðin kortir yfir 5. Það er komið að því. Já. Ok, sko, þetta er sant, ég er vel kvíðin yfir þessum drætti. Steindi ánáttúrulega skilið að vera sko, ég er með öll nöfnum okkar hérna. Þið sjáu það, ekkert svindl. Má ég byrja? Nú ætla ég ekki að draga því ég er ekkert eðlilega opinn því ég dreg. Steindi, ég ætla að byrja. Stattu upp. Ok, hvort er Steindi að fara að draga? Er hann að fara að draga þann sem tala dónulega? Nei. Ég dreg bara hver lendir í því. Það er betra. Ok, þannig að það sem að þú dregur núna, það er tala dónulega við hann. Já. Ok. Sko, mér finnst eiginlega bara, ég held að líka það sem er bestar að ég byrja að draga. Já, dragðu það bara, þú ætti, sko, ef allt er sanngjarnt, þá ætti þú að draga ekki þig núna allavega, því að þá ert þú ekki að fara að tala dónulega. Hann er komin hérna, það er ekkert svindli í gangi, þannig að fórnalambið, sá sem er talað dónulega við, er... Nei! Hvað? Þú? Það er gott! Nei! Jú! Þá losnar þú við að tala dónulega. Ég losna ekki, ég er í þessu. Já, en þú hefur aldrei verið svo sem talar. Hann er ekkert eðlilega heppin. Hann er ekkert eðlilega heppin. Hvað þú ert ekki að gera, þú setur bara kjör. Ertu ekki að fatta það, annarkvort ég eða Egill þurfum að tala dónulega, sem er vest í þessu. Já, en ég væri eiginlega freka til að tala dónulega en að láta tala dónulega. Við buðum þeirra fyrir þátt, þú vildir það ekki? Nei, bara, þú veist, maður á líka, ég hefði getað sloppið líka bara. Ok, Egill, viltu ég dragi þetta, það tveimir þær? Bara, veist... Þeir eru báðu krumpaðir. Bara, veist... Þú ræður, viltu draga þetta og ég draga? Ég er bara reiður nú, sko. Viltu draga þetta og ég draga? Dragðu þú bara. Ok. Ekkert svinn fyrir að horfa. For the love of God! Er þetta hver er að... Já! Nei. Já! Slafst þú? Ég er laus, Egill, tala dónulega við Steinda hér og eftir. Nei! Ennþá verra. Það hefur nú gæst það. I call bullshit. Nei, það hefur gæst það. Þú horfir á þetta. Þú líkur når ég leti alltaf þessu kjaftaði. Það var versta sem ég lendi í þegar ég gerði þetta senast. Akkur talað þú þá ekki dónulega? Að því að það er örgulega ennþá meiri viðbjóri við ekki það alveg en það er viðbjóri líka að setja undir þessu. Herðu, það er búið að draga Egill talar dónulega við Steinda hér á eftir en hins vegar ætlum við í Nei, við ætlum að fara í spurt og svar. Stundu gleymum við hérna. Nei, Kristján, ég sleppur ötti alltaf. Ég er laus, nei, ég talaði dónulega síðast. Þú veist þú einu sem er aldrei talað dónulega, Steindi, bara svo veit það. Hversu heppin ertu? En ég hef samt alveg oft verið partur af þessum leik. Það er oft talað við þig. Oft, eiginlega Hvað er að fara næst? Spurt og svara. Núna? Já. Wow, og eftir það spilum við nýja lagi með Klaas og Manswes. Það er hárrétt hér. I like that. Fæ ég hérna trailer út, hann er bara 30 sekundur, einu trailer minn sem er stuttur og segir alltaf að það sé best trailerinn minn. Býtu, hvað er þetta? Spurt og svara trailerinn? Ég man ekki eins og hvernig það var. Nei, ekki heldur. Fyndu við nýja vinnu?
Ég ekki að reyka Takkarnir eru búin að vera að stríða Já, ekkert smá Nú ég að senda reyka skilabóð Sko, ég bara mundur fyrir cash Það var reyka Blondale Þetta ekki hérna, spurt og svara treilin ekki hérna Jú Do you have a problem? Þetta hafði shit hvað ég að skýta á tökkanum í dag Það rosa lægur En ég náðu hlustandi mín á hann Það nú máttu þess að þegja með treilinu Come to me with your problem I will solve it Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man Ég 30 og sköllóttur, munu dögun að líta við mér Ask the man who is fearless Send me the questions Spurt og svara Geðu það, þessi trailer bara 40 sekundur Þú mundir rétt Já, búin að segja mér þetta að segja bestur, dans og stuttur Ask the man sem er fearless Ertu fearless? Já, ok Já, maður má segja, ég er fearless, sko Ég er ekki hrættu við breytingar, sko Ertu ekki hrættu við breytingar? Nei Það er gott að heyra, en það er komið að spurt og svara Hvað, dældist inn spurningar? Það er random spurningar og ég ætla ekki að vera leðulegur, Blondale Nei Það eru báður að því í dag Okay. Það er rosalegt Og þú veist, ég er ekki að reyna að vera leðulegur Einhver hamstur að fyrirfara sér að því að hárið er að þinnast eitthvað svona Eða kottunum með eitthvað nýtt Gerðu það fyrir okkur Ég bara, einu sem ég veit eru báður og Blondale okay. Og má ég byrja? Mér finnst það samt pínu ósækjart Og málið er, það sem mér alltaf geggja Mér alltaf geggja þegar menn hérna leysa vesenið Skilur nú hlustandi að senda e-mail Leysum þetta Ef þetta er alvöru spurning, skal ég hjálpa Ég veist oftur að reyður og svarar ekki og leysir ekki neitt Nei, ég skal reyna ef þetta er eitthvað gott Sælgilsari Ég er í alvöru vesinn núna og vildi hlera ykkur félagana Ég skildi við konuna fyrir 2 mánuðum Ég er 55 ára gamall og nýkomin á markaðin Þannig að ég fór ekki beint á biffan og gerir niður með eins og venlegt fólk gerir Þannig að mér hefur leyst mikið eftir að ég skildi Þannig að ég ákvað að köpa með frosk Elska froski minn út af lífinu Ok, froskar eru ekki með hár þannig að Hann heitir Fannar Heitir froskarnas Fannar? Fannafroskur? Fannar er alveg frábær froskur Ég líti ekki á hann í rauninni sem frosk Heldur bara sem Fannar Hann er bara Fannar fyrir mér Þegar fólk spyr mig Hvernig fæ ég að sjá froskinn Þá er ég fljótur og leiðir þetta viðkomandi Og segja, byrju þetta að meina Hvernig var þetta Fannar? Ok, og hvernig á ég að hjálpa? Já, því að froskar eru sköllóttir Fannar er mjög athletic froskur Hann getur hoppað vilja 2 metri í einu stökki Án atrennu Vorum að leika okkur daginn félagarnir Þannig ég satt frá honum í útrétt að lófa Og hann hoppar öflugt 2 metra stökk Beint í lófan á mér Og svo grenjuðu og hlátir í félagarnir Svo daginn ætlum við að leikin í eldhúsi Ég sérst á gólfið með lófan opinn Og kalla Fannar Hörru, heldur hann hopp ekki beint ofin í ristavélina Ég rík upp í paniki gargati Fannar! Og bjargónum úr ristavélinni Sem betur við var hann ekki í gangi Og þetta var fyrsta mómenti að ég sá að Fannar var fann að haga sér hálf skringilega Hann er ekki með, ok Nokkrum dögum setna fórum við aftur í leikin félagarnir Fannar er ekki heimskur ennlega Fyrstu 2 stökkinu hoppaði hann beint í lófanum Skjálbrósandi, léttur ljúfur og kátur En í 3. stökkinu stekka hann aftur fyrir sig Ég heljast ekki Og lendi beint ofan í uppþóttaduftunni hann Sem ég var með óvart opið Ég var aldrei séð Fannar hoppa aftur á bak áður Ég vissi ekki að hann gæti hoppa aftur á bak Ég drými að rífa hann upp á duftinu Kleip með hann undir sturtuna Hann var allur hvítur Og ég sá hann að reyna að sleika sem mest af duftinu En ég hélt fyrir munnin á honum Og þreif hann satt og ég gat Hvað er að gerast í þessu? Þetta er bara lengsta sem ég er að detta út Já, en hann er að koma með spurningum Ég fóð svo með þetta sálfræðings Já, ég var að gleyma að það væri spurning Ég var bara að hlusta sögur Jesus Christ Ég fóð svo með þetta sálfræðings Ég held að væri COVID að fara illa í henni svo marga En nei, það var ekkert COVID Húðin hans að fara að missa smá raka Og hún var ekki eins slímug eins og hún átt að vera Veitu hvað, er ég með eitthvað hræðilega húð? Akkur þetta á mig? Er blöðan að koma með þetta húð? Ég er ekki svo sem er slíma á húð sko Nei Ég er bara, málið er Húðina sá að vera slíma og flott sko Já. Og hún er bara að missa smá raka Já. Og hann segir þessi meistari Þú getur pikkað Blöndal vinnin Hvað er best að snúa sér í þessu? Þetta getur verið mesta kjartað sem ég heist Jesus En byrju, okkur á ég veit það? Er ég með svona hræðilega húða? Nei
Hann ekki að meina málið út af því að Og hvernig ætti ég að vita hvað eitthvað froskar á að gera ef hann ekki slímuð lengur? Nei, málið Ég held að sé bara málið Ertu með eitthvað Allir búkurinn á honum Ertu byrjað að reykja eitthvað ég er ekki að grínast Ég skil ekki, ég auðvitað með lengsta bara saga sem ég heilt Ég er að lesa e-mail og mest að kjafta sem ég heilt Ég veit ekki, ég kann ekkert að froska eða slímuð á húð þannig að Er þetta ekki bara rakarkrem? Leiftu fannari bara í náttúruna maður, ég veit það ekki Er ekki bara rakarkrem á froskum? Jú, örugglega, ég hef aldrei heyrt hann að kjafta Hausin á, bara allir búkurinn á froskum er slímur Já, og er ég slímuð? Nei, þú ert akkurat öfugt greinlega Býtir þetta því ég næ ekki svona tengið við í sér sköldnáttur Nei, bara, þú veist Ég er að lesa að goddamn e-mail hérna Frá hverju var þetta? Þetta er Freyr og Fannar Þetta er eitthvað mest að djöfla sér sem ég heyrt maður Freyr og Fannar Já, ég meina Já, bara til hamingju með froskin Þú leistir ekkert Mandel Nei, en ég hef aldrei heyrt hann að spull Ég ætla að vona að hinn sé aðeins skarri Spurning nummer 2 á Ég verð að viðurkenna ég skil ekki alveg Nei, ég er bara hálf tómur hérna Sko málið er Stundum Við vitum að froskar eru slímuðir Stundum hefur verið að þinnast hárið á dýrum eða hreistrið á fiskum farið að þetta og allt þetta Já, tengir þetta það? En málið er að sko froskar eru bara með slímu og húð og þarna að fara að slímast aðeins niður á hann húðin og froskurinn Hvað er flókið? Froskurinn lítur svolítið að það fyrir froskin þetta eins og að sé að fara að þinna þetta Þegar þú þarft að útskýra brandarinn svona í þaular maður Jæja, herðu, hvað er með seinni spurninguna? Ég ætla að vona að sé ekki alveg Nei, það kveikt enginn, ég get alveg lofað því En nú komum spurning nummer 2 á Blondell Já, hver er hún? Sælskeri Vil byrja að segja að mér finnst mjög gaman að fylgjast með hvað það er þykjast yfir axli og þríhöða þess að dagana til fyrirmyndir að fylgjast með þessu en ég get ekki leiða þessu Er þetta þykjast allir á þríhöða? Ég veit bara að fá smá háita mín rósamistara en ég er með smá vandamál og það var aðstóð þetta er kannski ekki smá vandamál en þetta er í rauninni risa vandamál Ég heima fyrir norðan ég hlusta alltaf á okkur félagana ég lært meira af ykkur en ég lært í skóla og ég vil tækifærið og þakka ykkur fyrir það Ég ætlaði einmitt daginn að nýta þessa þekkingu sem ég fengið við að hlusta á okkur félagana ég var að fara í ammæli á litla frænda og fór að versla gjöf fyrir hann ég var aðeins og seinn í ammælisveisluna en ég var að drífa mig þurfti að hlaupin og Glerártorg hérna á Akureyri og það var lítið af bílastæðum og þannig ég viðurkenna það ég lagði sem jólulega Þessi er á mig, eða ekki? Erstu alltaf að leggja ólega? Nei, hvað gerist í kjölfarið með að leggja ólega? Ég veit ekki, lögumannum og klára þetta er flókið, sko Klára þetta bara Ég kem svo hlaupandi út með ammælisgjöfuna og þá fæ ég skellin Það er stöðumálur að hripa niður sekt á miða Ég ákveða að taka kóngin á þetta Taka kóngin á þetta? Ég vil að það astna lola Klára þetta bara Hvað kallast að taka kóngin á þetta? Ég er bara að heyra það í fyrsta kittur núna og ætlaði að gera eins og hann og greiði þess að sekt með limnum á mér Jésús almáttur Þetta er orðið svo þreytt maður Djöð er þetta orðið þreytt Þetta er orðið þreytast í brandarinn þættir Varst ekki að fagna því að það væri ekki spurningakenni? Jú En ég átti að Er það lögumannum að klára? Long story short Ég veit þess að það gista fangagesslurinn á Akureyri og ég er ennþá þar fekk að kíkja í 12 hérna í 500 gætur að skýri spurst enda hvernig hann dettur í hugamæla með þessu og alltaf Steinþór að greiða þess að sagt alltaf hann að bjarga mér og svo að klípu það hvað er það Bjólfur? Býtu, hvað er það að spyrja? Af hverju ég er að mæla með hverju? Ég er ekki að mæla með þessu neitt og á ég að borga sektina Svaraði manninum Af hverju ég að borga sektina? Já, þú er búin að vera að tala um þetta í marga vikur sko Nei, er ég búin að vera að tala um þetta í marga vikur? Ertu alveg rugglaður það? Er það ekki þú? Nei, maður sér hlustundur að fara að elta þína taktík og leta í vesinu sko Hvað, hérna Bjólfur? Já Ég kallir sitt í Þetta er mesta spurningi mín er það skrýtnasta sem ég heilt bara svo vitur Fannar og froskur Já, sko, spurningin mín er nú samt líka skrítin hann er að spyrja hvort að ég eigi að borga sektum og af hverju ég, og hvað stóð þarna hitt og af hverju ég mæli svona mikið með þessu
Þetta er bara Við ætlum að koma okkur út úr þessari steypu og hér kemur, þetta er Sverrir Bergmann og Klas Fever. Já, Fever, þetta, ég get lofa eitthvað því þetta eru ekki spilað á Íslandi áður og það er eiginlega bara ótrúlegt við hefum ekki vita að þetta kæmi út í dag. Rikki að hlusta, beint með þetta í A-Power right now. Sverrir Bergmann og Klas, tekum á þessu. Ég þarf að leggja mig Ok, þetta lag með Svessa og Klas var sturlað. Já, þetta var Tjúfull var þetta flott maður. Gjörsanlega sturlað. Já, þetta er heyrt þetta eins og rosaleg negla. Þú sagðir hvað, þetta kom inn í dag og það er 100.000 manns búið að hlusta strax. Já, hann er með ótrúlega spilanir hann, sko, hann er ekkert eðlilega vinsæll á Spotify, sko. Já, við spilum þetta aftur í lok þáttar. Fever. Og Manswes á mitt faglega mat, hann á skilið þetta tækifæri, hann nú heldur margir að fara að heyra í okkar Manswes syngjandi, sko. Já, það var nú komið nokkrar greinar á Vísi eftir þáttinn, eins og með að Pétur var með COVID og annað, en ég ætla að vona að þetta fari nú bara beint inn á Vísi. Já, þetta er stór frétt. Ég ætla ekki að sko að Svessi verið heimsfræður. Hann ætti að vera lung orðina, sko. Já, þetta verður þannig. Já, ég meina, allir bestu DJ-er í heim að followa Klas og kannski mun okkur fleiri byggðum krafta Sves eftir þetta performance, er ekki ólíklegt. Geggja nafn sem hann notar í DJ heimum, Manswes. Býttu að heitra Manswes með Klas. Hann er með Spotify account, Manswes. Ok, það er rándist. Og hann er með rólegu lögi sína á Sverrir Bergmann, en DJ-nafnið hans er Manswes. Sko, þetta var svona rólegt teknólag, þú veit þetta flotna. Já, hann er alltaf, þú veist, Klas er ekki ykkur hardstyle, sko, en ekki svo skýri, en hann er mjög góður. Geggjart, en það er hins vegar komið að dagskrálið sem að heitir Fellow Kids, eða How Do You Do Fellow Kids. Það er hárrétt hjá Rauðin Blöndal og ég er búin að fá rosalega, dagskrálið er búin að vera í pásu. Já. Þannig að Instagramið er búin að vera að fyllast. Hann vættir að vera með nokkra góðar. Já, ég er með geggjar í rauninni, ég er búin að velja mér þess að núna sem það er. Ég valdi ekstra góðar. Ok, 5 spurningar eins og alltaf ekki? Það eru 5 spurningar eins og alltaf. Þetta er keppni síðast ef minni er ekki að svíkja mig, vann ekki Egill eða? Í fyrsta sinni í langa tíma. Ég held það, þannig hann er líklegri. Hann er lík. Nei, ég er alls ekki líklegri. Þú er ekkert eðlilega góður. Herru, svo megum við ekki gleyma, Egill er að fara að tala dónalega við Steinda hér í næsta innkomi, ég ætla ekki að gleyma því. Það er bara næst. Já, ég væri til að sleppa því. Já, þú hefðir alveg mátt gleyma því. Fyrst að ég er laus. Herru, ég var til að fá þetta? My Wife að undir, þarna. Þetta er M.O.P. Það maður hafa þetta svolítið átt. Það er föstudagur og það er búið að herra samkomiðbann og hana. Herru, eins og alltaf, þá er þetta bara að rétt upp hönd til að fá svarir. Ég ætla að vinna þetta bara sveitur. Ég er í keppniskapin núna. 5 spurningar. Þú mögt finna mér þetta. Með þessu hugafari, hvað voðalega lúsar eftir allt við þegar við byrjum með þessu. Já, strákar, þú Egill, þú auðvitað Þetta er ekki að vera one-on-one við LeBron. Nei, auðvitað að koma inn sem undir. One-on-one við LeBron. Heldur hann að svara hvað einhver úlling að segja á netinu? Já, þú veist, ég myndi tapa. Ég var til að slæta bara strax á Egill stígi. Myndi ég tapa? Ég bara veit ekki, þú myndi tapa fyrir LeBron. Ég er shooter, en ég myndi að tapa. Nennur að hætta að segja og setja shooter af því að þú ert ekki að shooter, ég hef séð í körfubolta. Hindi koma bara, já. Þú ert að shooter. Hann er að shooter. Þetta er eitt rist í andlitið á hann. Hann er ekki á að jafna sig, sko. Vissir það, það var einhver stjörnuleikur, Egill setti einhverja þryggjastakörfu, mesta hefni sem ég séð, spjaldið ofan í og Gummi Braga fyrir hann til landsliðsmaður var að reyna að verja skotið hans. Við hittum svo Gumma Braga blind fullinir í bæ einhvern veginn fyrir svona 2 árum, þá voru svona 6 ár síðan þetta gerðir. Já, satt í honum. Egill spurði Gumma Braga hvort hann væri búin að jafna sá sig, hann vissi ekki eins og hvað bara að tala. Hann búin að jafna það þegar ég setti þristin í andlitið, hann bara hvað ert að tala? Ég get lofa að hann er ekki búin að jafna mér að. Ég er að spója að slæta stíi á Egill. Nei, ekki, þetta er rosalegt. Jó, er ég hann er búin að droppa Shooter og Lee Brown og þetta er að one on one. Hann heitir LeBron, ekki Lee Brown. Nei, komið punkti. Nei, það er 0-0, við byrjum þetta bara. Ok, fyrsta spurning í How Do You Do Fellow Kids og ég ætla að gefa ykkur örlitla vísbendingu. Bara örlitla. Ég er að fara að spyrja ykkur fyrir hvað skamstöðun fyrir hvað stendur þetta og þetta tekist kallkyns líkama A2D Average white dick. Það er hár rétt hjá Rauðin Blöndal. Average white dick. Fyrir ekki Þú réttir upp hendina á undan. Það er bara hann réttir upp hendina. Þú er ekki jafn. Já, þú sagði þér það bara strax. Fyrir ekki, kæri dómari. Ég kem með höndinu blöður voru ekki sama tíma. Hann réttir upp hendina á undan. Og hann talar bara á þess að þú segir Já, ég hef átt að segja. Er þetta í lægi? Nei, þetta er jafntefli. Ég ætla að gefa þér jafntefli. Því að, þú veist, hann var á undan réttir upp hendina. Ég var á undan
Ég þarf að segja Þú ættir eftir að svara Ég ætti þar að lenda að vera með punkt Ég held að það verið jafnir jafntefli, frábær dýtt fyrir mig Nei, Ég var snöggri, fyrst skipti í sögun Hvað er að gera í þessu? 1-1 1-1, málið er að Hræðilegu dýll Ok, Ötti, þú er að muna, ég þarf að segja Ötti, Egil Ok, það er bara 1-1 Hann svindlaði Nei, við vorum jafnir Sjá hvort þetta skiptir máli í lokin Það er 100% skipta máli. Ég meina auka spurningu hérna Það er alltaf abbaskít Ég er 15 punkt sko Þá er það næsta spurning og hvað þýðir frasinn að taka Helga Rafael á þetta? Að taka Helga Rafael á þetta er Auðun Blöndal sem Láta tippa á sig hverfa Að láta sig hverfa Nei, sko, þú ert held ég með þetta, sko Að láta tippa á sig hverfa Já, sko Mér finnst óþægilegt að, sko Já, setja hann upp í Þú veist, viltu að ég segja ógeði sem að er töfrabræði Ég er sendibóði og ég fæ þetta send Já, ég vil ekki segja, en ég veit hvað það er En hann að láta Já, þegar að Já, þetta er rétt hjá þér Já, takk Það er bara þannig, við þurfum ekki að fara alltaf út í Þetta er rétt hjá honum, það er bara alveg staðfest Það er 2-1 Þú varst eitthvað hikandi Nei, það sagði ekki að láta tippa Jú, þetta er bara rétt Já, þetta er sko Þetta Það er rétt eða rátt mál Fáðið sopa björniðinum og slaka hans á maður Þetta er þunglítur Það er bara keppniskap í honum Þetta er það sem ég vil fá Herru, þetta er bara mjög gott Þriðja spurning Hvað þýðir frasinn BBC? Þetta er hann Eiður Ísak sem hendi þetta og það er Auðun Blöndal Big Black Cock Það er ekki rétt Ertu með Dirty Mind? Þetta er alls ekki rétt Hvað er þetta að segja? Þetta er British Broadcasting Ég byrði að fólk um að stilla úr að bylgjum Á við sko Ég held reyndar að þeir sé að tala um þetta sama þar Nei, ok Þetta var Hvað sagði þú þar? Egil, hvað stið Ákveður það er að vera að henda fyrir mig gildur í þetta sko Nei, ég byrja að svona Þetta er ekki að fyrst sem poppaðu mig Víst Hætt að ljúa Þetta var ekki að fyrsta heldur Ok, þetta svaraði þá Hvað er þú þetta sér? Þetta er ekki þessi blöðsaði Þetta er mjög langt frá ég blöð Það er helviti mikið að liða sem það stilla úr að bylgjum Hvað segir þú? Þetta tengist höfðir á mönnum Sko, BBC Er það Bold by Choice? Það er hann! Bold by Choice! Bold by Choice! Þetta er búið að vera sko... Er búið að jafna þetta? Þetta er búið að vera lengi í vinahópnum hjá honum Eið og þegar einhver ákveður að skafa sig sem er samt meðalega full set of hair Hvað djöful hendur í þetta? Ég manna ekki, herruð fyrir mig næstu Ég er búið með 4 eða ekki? Einhver versta gildra sem ég leitur í bara á ævi minni Því þú varst með Average White Dick hérna undan sko Þetta var ekki gildra Víst var þetta gildra Hvað er ein eftir það ekki? Já Nei, er 2 eftir Jésu er ekki ánað með your dirty little mind Þessi grjótar í Jésu Þú bara í skammakrókinu í Jésu búinum sko Gæti þetta fara að kíkja í kirkjuna eftir sko Næsta spurning Hún er ekki flókin Hvað þýðir frasin að taka landaköðs á þetta? Hvað ætlar að segja núna? Að þú hefur undan þig? Þetta var bara sama aðan sko Ég ætla að lefa dómarnu að velja Já, Ötti var á undan held ég núna Ötti var á undan Þetta er Japlan Hæ? Er það Japlan hvern annar? Hvað sér dílir púp með? Hann var á undan Þetta var bara nákvæmlega sama Ok, Egil má taka þetta Nei, Egil, hvað segir þú? Það er alltaf stóramálur með landa í búði Það er að vera með landafól í ammali Það er hárrétt og dítilega er reyndar fertusamlega Þú sagði stóramali Þá er staðan 2-2, þá fekk ég fyrsta Já, ok, þá er líka Það var bara úrslita spurning og hún er helviti skemmtileg hún er hvað þýðir, nú vitum við hvað opos þýðir, að pos er piece of shit opos er náttúrulega old piece of shit opos er bold piece of shit og svona, við erum búin að fara yfir þetta hún Eileif Ósk sendi mig þessa, hvað þýðir frasinn fupos og ég ætla að gefa ykkur eitt þið veitum hvað pos er og F stendur fyrir fucking afsakið orðabræði, ég er hann að þið er að krakka auð Blöð ekki komið með einhver Fupos Þið hefur ekki hort á Office Þú horfur á breska Office Já, þetta var í Office Fupos Góða líkur að Blöð fái bréf þegar að koma heim með lúuna frá Richard Hættir henni að taka með þessu Það var kvóta Office þátt Mér finnst það svo ljótt samt Fucking ugly piece of shit Gott gísk en því miður ekki rétt Fupos Fucking useless piece of shit Fucking useless piece of shit Nei
búin að tapa. 2 in a row. Yes! Það var skita, leittur í gildru og tapaði. Gat þetta orðið eitthvað verða? Vann ég? Já, það er 3-2 fyrir þér. Vannstu og pakkar þessu saman. Getur þetta setja stopp á þennan dagsfjölu eftir Samt listi ég hérna þessa veiðar. AWD í byrjun. AWD, hvað var það áttur? Ákveður eitthvað ógæslega að segja það en hitt. Það er ekki. Fær þú ekki bréfið? Jó, það fær ekki bréf. Það er bara voru allir að kóta þetta sjónvarpsþætti. Rikki var að koma inn, sáu þið hvernig hann lúkkaði maður? Já, þetta var Hann var í vesti og vaskreitur. Ég hef aldrei séð Rikku að sexy. Það er svo gaman að sjá dagskrárstjóran sinn svona í toppstandi. Það var vaskreitur sko, það er, ég held að það væri bara svona menn sem væri komin yfir 60 sem er að vaskreiða sig. Hann sagði hann kennst ekki klippingu, hann áður að reyna að berga sér saman. Já, þetta var mjög vel gert. En ég ætla að tryggja það að við gleymum ekki að tala dónalega, þannig við erum að fara í það núna í fyrsta sinni í nokkra vikur. Það var dregið hér áðan Fair & Square. Ok, eftir þetta, ég lækki velöðulegur. Þá bara tala Steindi I'm putting dónalega. my foot down. Já, Steindi það bara taka. Það er alltaf dregið, drengir. Það er ósengjant að fara. Það er alltaf dregið, en þú byrst styrfust ég alltaf dregið. Já, ég hef aldrei vitað hefnari mann í þessu. Nei, ég skal bara ennst á því að draga næst. Það er ekkert nóg. Eðlilega fór, þess að skilja okkur svona góður í tölvu. Ég byrju, akkur það var að spyrja þetta rakspyrja fyrir þetta. Það er mjög skrítið. Ákveð þetta skrítið stemning að það skilja það rakspyrja og svo bara tala dónalega við mig. En öllu gæri sletta, okkur varst að setja það rakspyrja. Ég veit það ekki, bara snirtuskunum minna, hann langaði að spöta á mig og Rikki og græðilega sexy og mér langaði smá í hann og ég veit það ekki. Og líka bara fyrir þennan dagskálið að fara að tala dónalega við mig, að setja sér rakspyrja. Það er ekki leit mjög vel út af það. Það er bara bakikvöld, tegna sér vel. Það er komið að tala dónulega og það dróst hann að Egil þarf að tala dónulega við Steinda. Og hvað varst að segja, hvað lag vilt undir? Ég hef ekki eins og hvað sagði. Það er William Baldwin með Sharon Stone fyrir Súluna, mástu? Já, hvað heitir lagið? Unfinished Sympathy, Massive Attack. Já, það er hérna, býtu, er þetta hérna lag? Já. Varstu alveg að laga þetta í blöð, múin að hrista því? Nei, ég hef aldrei hrist með þessu lag. Þetta? Yes. Já. Ok. Þetta er alltaf að búa til eitthvað, ég hef ekkert. Blöð. Alltaf reyna að segja að Gilsson aldrei hristi þessu lifir. Já, ég get bara. Þú tekur söðaklokki hérna eins og gerðir þig að hrista þig. Já, ég bara sverða upp á barnið mitt og ófætt barnið mitt. Ég hef ekki bara landað hvað settur að spyrja hann. Hvað heldur að hann viti það? En það er alltaf, okkur þetta blandar mér í þetta. Þú ert að tala tónu það við Steinda. Ég veit alltaf að þykja landakvöss. Tilbúin. Hvæla upp þetta maður. Ok, þetta er svo óþægilega bara Mother Balls. Lægið kom undir. Gerðu mig samt greiða. Gerðu þetta bara almennilega. Ég er að gera þetta sem vel og ég get. Kapís? Ok, býttu, ég ætla að segja til þig að sitja á það og kjátt. Ég ætla að segja samt eitt. Við erum lið núna og við ætlum bara að gera þetta. Já, það er svolítið mikið lið núna. Já, því að við ætlum bara að rífa plásturna. Þú setur það bara á. Já, en hvað talar þú þegar þú vilt að gera þetta almennilega? Hvað meinar þú með því? Bara, þú veist, bara þú veist, það verður stemning í kvöld, skilur þarna. Eins og hann verður að tala bara við konuna sína. Já, bara eins og hann sé að tala við konuna, bara, þú veist, slakka til að. Ekki kenna mig hvernig að gera þetta, motherfucker. Jú, það er bara sínt sér og sanna, það þarf að gera það. Og þú mátt alveg bara menn í fyrir þetta. Ok, það er það. Ó, það ferður reyður í því. Þetta er ekki góð, sko. Mér langar bara að Júngus að þetta er bara. Ok, eru byrjað þetta? Já. Ok, þetta getur svo bara jólabögum með mér. Ég líst ekki að það var hversu reyður þú er árið að byrja. Sko Steindi stressa. Það er hefði óþægilegt. Ég er ekki reyður. Mér langar bara að lúkast af. Núna þurftu eiginlega bara kameru. Ég ætla ekki að horfa á það. Ég ætla að horfa bara fram. Nei, þú verður að horfa á hann. Þeir eru saman. Af hverju verði ég að horfa á hann? Er ekki making love? Jó, horfa á mannin. Horf þú á tölvuna hennar? Ég er að horfa á þig. Ég er making love með þér, maður. Ok, hvað myndir að segja við hann? Við erum talað tónulega. Þessi betur fyrir ekki kamera hennar. Jæja, brandarakall opnaði munninn og þú fær hennar 4. skimun. Íbarasta. Hérna, breyttu röddina þér. Gerðu, hafðu hana mjúka og þú veist, þú ert svo aggressív í þessu maður. Jésús. Það er 4. skimunina. Það var ógeðslegt. Fyrsta setningin. Þetta var ræðilegt. Fyrsta setningin var viðbjörn. Þetta var viðbjörn. Opnaði munninn brandarakall og þetta var í það 4. skimun. Það var ógeðslegt. Það er klára þetta maður. Hlæja þessu bara setna. Klára. Varstu ekki sáttum með það? Nei, þetta var bara ógeðslegt. Út af það er hennar 4. skimun. Fat piece of shit. Það er ekki hægt að kenna hann. Það er ekki hægt að útskýra þetta fyrir honum. Hvað? Það er klára. Það er klára með goddamn material. Já, klára. Hvernig finnst þér þessi skimun? Kringlótt á rusliði. Heyrðu, ok. Þetta er orðið ógeðslega þreytt strax. Öti, taktu upp hanska með mér. Ok, finnst þess, myndi að kveiki þér eitthvað? Ef ég myndi segja þig, ef konaðin var að fara að tala dirty til, þú var að kalla þig rusk. Hver heldur að, þú veist, þú ætti ekki að kveiki mér allavega, það er bara aðeins.
Þetta var alveg dögt en ég var komin á stöði fyrir kortir kemur reyður inn þegar ég þurfa að fara í 4. skimunina brandarakall, feita rusl hvað þetta? Kringlóta ruslið Sko ég hann lekur bara úr nefn Ertu bara með svona? Hann lítur að vera með hvað Já, breyttu röddinni Hvernig hún að breyta röddinni? Akkur gera það eitthvað betra? Þú veist, Já, breytin aðeins Þakka til í kvöld þeirra Eitthvað svona Ok, það er mjúka Er þetta besta skimun sem þú farið í? Þetta var alltaf lagi Já, þetta bara var fínt Það var gott að fá svar kannski Jú, þetta á ég að svara Var það þannig síðast? Nú er nátt sem við fórum í það, var ég að svara? Já, segði bara já Já Ok Já, Tubby sack of shit Hvað viltu setja þessar fjárstyrringu? Töluleikja ruslið Jésús almátt Þetta er bara búið sko Þetta er búið Jú, akkur kom ekki Af því að ég væri farin Akkur kom ekki brandara frá það núna trúður Akkur svo reyður Hvað? Akkur svo reyður Ég er að tala dónalega Já, hvað er ég að segja á móti? Hvað vilt að ég segja? Já, ég er að svara Fílar þetta? Rauðnistambandi veipandi lúðið Lúðin? Það kalla mig lúða Það kalla mig lúða Og á ég á það að vera törnun Ef að fólk sæði svipin og þetta er pínu núna Jú, ég vildi að væri kamerinn Steindi er svo sárgrei Nei, ég er ekki sár, ég er bara svo hissa Hann haldi að þetta er að virka Þegar við áttum að vera, þetta átti að vera rís Ég ætla aldrei inn að liða aftur Alltaf þú aldrei, en ekki ég heldur Þú veist að það heldur því að sitja án og töða Nei, þetta er bara mjög óþægilegt fyrir mig, ég er að svitna Ég ætla að semja þetta material á hann, sko Já, þvílíkt material líka Já, rosalega, eftir að mikill vinnu í þetta Ég verða að setja auðlýsingar því miður Svessi og DJ Muscleboy Ég verði samt eiginlega af því ég ætla að spila lagið aftur með Svessa og Klasi hérna í lok þáttar Hann á að skili, kongurinn Já, þannig að þetta er svolítið þáttin á Svessa Jú, hann sé að hlusta En Svess hann er að stækka ekki bara á Íslandi ég menna fyrst að hann er komin að syngja lag með Klas síðan kannski líka gott að hrósa Geira í Stop It Go því ég veit að hann hjálpaði líka hann basically samdi textan hann á Fever sem við spilum mætir og sem er stort múf fyrir hann líka þannig að þetta er mjög gaman að þessu þetta er stemming áru kveðjum og allt þetta þá verð ég samt að koma inn á það að við getum ekki gert þetta aftur að tala dónulega, þetta er bara ekki að ganga þú gerir ekki neitt salt hana bara ég er ekki hleyður það er heldur gaman að sjá þig þú er að semja þetta material já, þegar ég gerði ekki neitt ég satt undir þessu og þetta var, ég get lofaðið þú skilur bara ekki konseptið, ég sverða nú er ég bara ekki einnum að segja þetta skilvist, hvað er konseptið þá? Já, sko, að þú færi heim til þín í kvöld og þú ætlar að prófa að tala dirty með frúnni og þú myndir kalla hana kringlótt rusl og rauðvínsleipjandi lúða ég get lofað því að hún myndi cancela þessu fjöri ykkar það er bara henni, hún myndi bara þú þyrftir annarkvort þú myndi svo í sófanum eða hún myndi skiptu skrá það er bara henni þetta virkar ekki svona en að þú bara tekur það á þig næst fyrst að þú ert svona sérfræðingur er þetta orðið bara alveg pikk fastur dagskrálið? Nei, þetta sko það eru marga vikur sinni fórum við þetta síðast en ef þú ert svona góður í þessu okkur við grátbáðu þig fyrir þátt að þú myndi bara tala tónulega þá getur þú bara kent allir þetta já en mér veist náttúrulega betra ég er með líkur á því að geta að setja hjáli en akkur tekur þú ekki bara skrifin núna og segir bara stokkar ég ætla næst að tala dónulega það var bara stórt skrifir þig já ég er bara feskur sko já rosa þægilt fyrir að vera bara annað hinum megin hver heldur að vilja panta þetta? Það vill ekki panta þetta ég reynda að það er veistla að vera alveg laus sitja bara hérna og horfa já hann fattar ekki hvað þetta er erfitt sko hann situr hérna bara á töðar sko já en já vá þetta hljóð hrætt frá okkur klukkan að vera 6 maður klukkan hún er 4:06 já jólabjórinn þetta er og það er klukkan sem svona 3 nótt það er samt bara 17:56 við erum náttúrulega að fara inn í Dark Times hvernig átti dimmast í dag en ekki 21. des eða eitthvað ég veit það ekki það er málega en það er mjög dimmt núna ekki það fólk það er sem við séum að segja frétt ég held að sjá allir þessi dimmt úti Herru, ég er að fara að brunna heim í Halloween party já en hvað heldur Þórólfur segir við því að Stóni sé alltaf gott good shit party þú er að henda liðin út fyrir minnati þetta tekur gildið þá nei við erum 6 eða 7 og svo er þetta bara nokkur krakkar ég held að þetta slæti já þetta er ekkert vesen you go by the law strákar þið vita að ég er mjög COVID-19 maður sko. ég er reynd að vita þessna fannst mér gaman að stríða þér í byrjun þá þannig mér marga skímanir sko já fleiri en allir á Íslandi held ég já mér heyrist ég vera á leiðin í 4. skímununa þegar þér í top 20 hvernig helginu þér er
Ég spáði að taka þátt á sunnudaginn aftur í pókerkvöldi höfðingas. Já, herðu, Jesus hvað ég klúðraði síðast. Ég var í efsta sæti heil lengi. Þú varst á Triple E'ru heil lengi síðast. Ég veit að svo tapaði ég með með Ace King Suited á móti 6 í risapott og 6 heldu. Já, það var ljótt sko. Já, my best record þarna ég held ég að vera í 64. sæti. Já, og þú montarið á því á chattinu okkar, FNÍ blöðchattinu. Já, ég var nokkuð feskur en það, með hvað voru margir að taka þátt. Svo minnum við á Eurogarden á sunnudaginn og það geggjað þáttur á sunnudaginn. Má ég ekki alveg segja eins? Jó, segðu þið. Batti fyrir meðferð og annars var Fríða og Danni sem ég, við fyrum á date. Og ég get lofað því að þetta versta date allra tíma. Þú hættum til líka veiku. Þú bara sér það næsta þegar. Náttúrulega, hann sögðu upp úr í bústaðnum. Þau hættu saman í síðast þetta. Snappar það, æsingur í Danna. Danni gafst upp loksins. Blöð fyrir á date og Batti fyrir meðferð og það er algjört vesen í garðinum. Það er bara þannig. En nú standandi partí á Steindóðahöggina, hvernig er helgjum þeir Mándale? Hún er eiginlega róleg. Við reyndar erum með fólki mat heima á þettir. Já. Og það eru Richard? Nei, það eru Óskar og Telma. Fyrirliði Káar. Já, getur Óskar til hamingi með það búið blása mótið af hana þegar komast ekki í Evrópu. Nei, fá þeir ekki spila við Stjörnuna? Nei, það er búið blása þetta af og byggar eru komnir í Evrópusætið. En byggarinn, eru hann ekki kláraðir það? Þetta er bara eftir að fettan og vísi, keppn og Íslamótinu kappsmennu hætt. Guð mig góður. Þannig að þú eru eiginlega að knúsa Óskar í kvöld. Já, ætla að reyna að fylla. Reynda að fylla það mikið að svo gerir Fett Richard en að halda á honum úr leigubílum. Það eru meiri líkur ég myndi sofa hjá Páanum í kvöld heldur en ég myndi ná að fylla Óskar á þessu leveli. Það er sko, er ekki sammála því, ég er með BS-gráði að fylla fólk. Já, partilöka. Já, ég held að sé ég hef náð ólíklustu mönnum á ótrúlustu tímum og ég tel mig mjög góðan í að fylla liði kringum mig. Gengur ekkert með Óskara? Hann er svo erfiðast á ferlinn. Það hefur tekist nokkur sinnum en hann er erfiður, ég ætla að reyna það í kvöld ég er búið með 2 hérna og það verður líka reyður í kvöld og búið að blása mótið af sko. Já, Óskar er út að hlusta Háringar er ekki verið að taka fullur í kvöld þegjandi og hljóða laus sko, þeir munu tuða. Svo er United Arsenal á sunnudaginn og þetta er bara fínasta helgi. Dreflegili tímar, COVID tímar en fólk það bara stay strong. Já. Og við verum mættir hér næsta föstudag í bullandi gír að reyna að letta á fólki. Já, við ætlum að enda þáttina að spila aftur lagið með Klas og Sverri Bergmann og ef það er einhverju fjölmiðlar að hlusta þá var Sverri Bergmann að gefa út lag með sko, þú ert nú svona meiri DJ-gur, er þetta ekki einn af þeim stóru þarna á? Já, hann er bara, þú veist, hann er með 5,9 M á Spotify, það er rosalega tölur. Já. Þannig að það er mikið að liða að hlusta á okkar besta söngara. Já, og hér kemur lagið aftur, það er Fever, Klas og Sverri Bergmann, eigi góða helgi, elsku bara vinir og við heyrumst næsta föstudag.